Góðir áhorfendur og velkomin aftur í Mílu-deildina. Ég heiti Daniel Máni og með mér er Mist. Velkomin. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir. Við erum að fara inn í aðra umferð í kvöld. Fyrsti leikurinn okkar verður Controllers gegn Guardian Grílanum. Já, Annar leikur Höttur gegn Venus. Þriði leikur Clutch Gold Diggers. og svo ekki á streymi er Jötum Valkyrjur móti Þór FA. Síðasta vika fór vel, var spennandi leikir, margir spennandi leikir. Já, Sumir þeirra voru aðeins einhliða. já, það er náttúrulega svolítið svoleiðis þegar, Fólk að mismundi reynslu stigi keppa saman. En samt gaman að sjá hversu alvarlega allir taka þessu og þetta líti ekki á þessi djók. nei, alls ekki. Svo líka bara skemmtilegt að sjá allar þessar nýja stelpur sem við höfum aldrei séð áður og bara sjá þær í fyrsta skiptið spila og einmitt, já, bara mjög skemmtilega leikir og ég er spennt að sjá hvernig þessi leikir í dag fara. Já, akkurat. Fyrsta map kvöldsins, eða fyrsti leikur kvöldsins er Controllers gegn Guardian Grillur, já. Yes. Tvö yngstu liðin í rauninni. Mhm. Þannig að, og ég vill segja reynslu minnstu og Já. meina það ekkert illa. Nei. Það er bara, þannig er það bara og þannig að það lofar spennandi leik. Já. Þetta eru nú Controllers eru stelpur sem voru settar saman í síðasta sísón. Þær skráðu sig sem einstaklingar og tviki og voru settar saman í lið og núna eru þær mættar aftur saman til þess að spila. Og Guardian Grillur eru vinkonhóp sem settu sig saman og eru núna byrjar að keppa. Þannig þetta eru mjög spennandi leikir. Já, ef að farið við line-upin þeirra hjá sikur liðunum. Já, Hjá í kvöld hjá Controllers erum við að fara að sjá Raccoon Senpai, Hanna Panna, Vanilli Wafer, Elker og Tofa. ok. Og í Guardian Grillunum er það Mini Guarboy, Glenn Coco, Tóta Dísa, Gardenome og Grjóna Grautur. Grjónagörður var ekki að keppa síðast. Grjóna Grautur var ekki að keppa síðast. Nei. Þetta fengu hennan sub inn Já, alveg fyrir rétt. Katsin spilaði í síðasta leik, Mhm, spilaði dúlistin þeirra. mhm. Þannig að þetta er breyting frá síðustu viku. En sama lið að keppti í síðustu viku hjá Controllers, bara Já. þær spiluðu náttúrulega ekki á streymi. Nei. Þannig að við erum að fara að sjá þær keppa í fyrst skipti í kvöld. Þannig að það verður gaman að sjá það og allt stelpur sem við höfum aldrei séð áður. Þannig að þetta verður í heild sinni bara glæni upplifun fyrir alla. Já. Ég er mjög spennt. Það er einmitt spurning bara hvort við fáum að sjá eitthvað að spila Vice, þar sem hún er núna leið. Já. Hvað eru þínar skoðanir á Vice? Þessi agent, hann getur ekki getur ekki gert það sama og Cypher og Killjoy gera Mhm. og þar af leiðandi á hún bara ekki stað í mettunni eins og en við höfum ennþá eftir að sjá hvað er hægt að gera með henni. Hún er ennþá mjög ný, Já. kom út fyrir, mér langar að segja 15, 16, 17 dögum síðan, rétt meir en 2 vikum. Já. Þannig að það er ennþá, við höfum ennþá eftir að sjá einhverja mjög, Eitthvað þratt og eitthvað cheeky plays og eitthvað svoleiðis. En hún er einmitt góð á bænd og það er mappeiki sem verður núna. já, Og þannig það verður spennandi. Mér langar að sjá Vice. Mér finnst það bara svolítið skemmtilegt. bændið er En- náttúrulega besta mappið hennar. Enough. Á minnskosti. Allavega samkvæmt þeim sem að ég hef séð spila hana mikið á háu leveli að segja er bænd. Já. Það meikar alveg sens að því hún er svolítið svipuð og Deadlock. Já. Deadlock og Ákveð- Vice eru svolítið svipar í tengslu við hvernig þær spila
defense-setið og attack-setið, þannig meikar alveg sens og líka maður þarf eiginlega ekki Sentinel á Nei, bæn, þannig séð þú ert að spila double controller eða eitthvað svoleiðis komp, já. alls ekki eitthvað sem er nauðsynlegt. Og hún er líka pínu svona pseudo-initiator. Hún er með, samt ekki, þú veist, ógeðslega slow kit, en hún Já. getur það. Já, Hún getur á ákveðin hátt, uppfyllt á ról, ef það þarf þess. já, Ég myndi aldrei velja hana yfir neitt initiator, nei, en guð minn það er góður. hægt. En liðin eru tilbúin og við ætlum bara að reyna að koma okkur inn í leik sem fyrst. Nei. Þannig að, já, eins og segir, við erum frá Bind. Bænd, Sáum það einu sinni í síðustu viku. já, Spila á milli Huts og Gold Diggers. Það var spennandi leikur. það var spennandi leikur, já. Við erum komin inn og við sjáum pikkin hérna. Vanilli Wafer á Sky, Hannapanna á Cypher. Grjónagrautur fyrir Gekko og Gardenome á Viper. Erum við að sjá Deadlock? Erum við að fara að sjá þetta? Erum við að fara að sjá Deadlock? Þú er búin að vera að bíða eftir þessu? Ég er búin að vera að bíða eftir þessu. Fyrir smá kontekst er ég Deadlock one trick, þannig að ég væri mjög til í að sjá Deadlockina. En við sýnist mitt controllers velja að fara í aðeins meira, ok, ekki alveg conventional comp þar sem það eru með bæði Cypher og Killjoy, en við sýnist Deadlock vera locked in. Yes! Við erum að fara að sjá hérna Cypher og Killjoy báðar í attack. Já, er það ekki smá, Það er gamble, sko. maður gæti kallað smá overkill í defense og Já, líka það. En þetta er svona, ef það er eiga góðan attacker helming, Já, þá hérna mun þetta verða rosalega skemmtilegur defense helmingu fyrir þær, held ég. já. En við sláum líka En að vísu þá verður þetta rosalega aggressíft komp hjá Guardian-grillunum. smávegis, það eru samt með hérna Deadlock og Sage Já, þær eru þetta og líka engan duelist, Já, ég tók þetta ekki eftir því. þannig að ég myndi ekki alveg kalla þetta attack-setted. Ég leit bara á þess að Sage sem Jet og ég veit ekki af hverju. Revive me Jet. Revive me Jet. Nei, þetta er mjög defense-weighted comp hjá báðum Já, það er rétt. liðum, en 4 controllers, það er svo 4 sentinels, 1 duelist í leiknum. Það er grillað. Það er, já, en Controllist virðast alltaf reyna að bíða hérna í fyrstu umferð. Er að fara að pussa í Deadlock setup, en að vísu þá er ekki hægt að neitt annað en að pussa í Sentinel. nei, nákvæmlega, brjóta vekkinn þetta strax, þannig að fá smá info, en Þau eru komið 3 hana yfir á bíðið. Gekkoinn rótið þetta hratt og Sage hérna á leiðin yfir. sýnist við erum komin bara með Endrin er komið inn og Molly Glenn Coco Brown, nær hérna Elkar. Hannapanna hoppar út úr húka, en Vanilli Wafer er komin inn í elbow, nær ekki að tengja skotin en færi þetta info á 2 hana. Glenn Coco er aggressív á backside. heldur sætinu mjög vel. Gott á blandið, 90 á Vanilli Wafer, treytað strax. Og Topher er komin í 1v1 in a situation og Bækin er ekki niðri. nei, tóttu þessi backside fyrir hana og ok, 3 frá Tofu. komið með clutch strax í byrjun hjá controllers. Mjög flott skot, síðasta skotið far. Já, líka næst síðasta. Já. Við sáum hana rétt svo. 3 kill, 2 assist, 0 death, fyrsta round. Það er bara vel gert. Þetta er round. Mér finnst þetta að vera bara attack-sided killsway player, ef eitthvað. Að vísu, Pistol segja okkur ekki alltaf allt. Nei, svo sem ekki. Ég sá hins vegar hún náði svakalum skaða á Gekkoinn með Molly. Örugglega 1 assistið hennar, ég sá það ekki alveg. En Já. það er alltaf breytið til, skiptið yfir að. Við höfum pussað hérna í 3. Sjáum vegg koma upp sjáur strax, neitar Jettinni og Cyphernum. Vanilli Wafer spottar ykkur með blendinu sínu, næfa vekkinn hérna, það er náttúrulega Sage vekkur og Deadlock vekkur sikkur megin, þannig að það er alltaf ykkur vekkur sem þau eru að brjóta, en mér sýnist Elkar ná first bloodinu hérna á Guardian Gnome með Bulldog og Hannapanna í leiðinni og annað kill fyrir Elkar. Hún er komin inn á sæt
bara með triple og klárar þetta með kvadra. Bara flawless round fyrir controllers. Já, vísu ekkert bæ hjá Guardian grillunum, þannig að Nei, þetta var safe. Núna er komið í bónusroundið, en ótrúlega sterkur bónus. Já. ótrúlega sterkur bónus. Þeir eru með Bulldogs, Guardian. reyndar Marshallinn, ekki alveg nógu hrifin á honum. Nei, En einmitt, ef hún fyrir long eins og hún er að gera núna, þá er það anskárra. En hún þarf að ég spila... varst að sé ykkur að fara að píka hana þarna. Nei, hérna kemur deadlock vekkurinn í gegn og það verður ekki fæta þetta held ég. Það er engin væpurveggur niðri, þannig við erum ekki að fara að sjá nein smokes á B-inu. Þannig þessi Marshall er kannski að fara að borga sér svolítið meira en við heldum. Deadlock vekkurinn komin í gegn, en spotna frekar snemma, en ná bara að brjóta. Glenn Coco bara með first blood á Tófa. Takk Killjoy liggur. Vita Cypher inn í húka. Glenn Coco með annan í garden. Fær info einn long og einn húka. Hún er ná clean headshots hérna. Alger er tilbúin bara að típja. Það er náttúrulega að dodja þennan gekkobóla, en Spikey leikur eftir í long. Viper er bara að fara að taka eina móti. En við erum að fara að sjá 2 rótudaginn yfir. Þær veit ekki að þeir eru með Spikeyn. Já, Alger dreipin inn í showers. Þær eru bara komnar allar af B. Sýniskontrollur veit það ekki, þannig þar komnar í típið yfir á A, þar sem eru 4. Veggurinn kemur niður mjög seint í umferðinni. Það er ekki alveg spaminu. Hérna er Raccoon ein eftir í 1v5. Nær hún einhverju píkina? Ekki alveg. 2 flawless roundir í röð frá sigur liðinu. Já, Þú mátti ekki undir með þetta stærra bæið. nei. Glenn Coco bara píkaði dræ og nær 2 kills ykkur við. Ótrúlega riski. Ótrúlega riski en bara mjög rewarding fyrir þetta round og bara confident play og það borgar sig. Fyrsta roundið þar sem bæði lið er á fullu kaupi. Einn half-shieldana hjá Minigarbói, seifa hann frá síðustu round, nota hann áfram bara. Hérna sjáum við Vipervegginn og þetta er mjög klassísku Vipervegg. Þau eru reyndar með ekki að spila af honum eins og er, en kannski sjáum við ykkur plays í fleiri roundum. Grónu hverju píkar og tekur smá damage og er núna 40 HP en þeir með Sage. Molly hann ítur honum inn í lamps aftur og þeir ná hérna frontside control. Smoke kemur í heaven og brjóta vegginn showers. Spikeinn er ennþá inn í main samt. Næri ekki alveg tengjum við hana á Elger. Omen blindið kemur inn og Pusharinn á run and gun sprayið diffar. Kemur sísið en Omen týpir í byrtu. Sjáum til hvort að henn og henn á wow. Elger er alveg með entry á hreinu. Hún bara, þetta var mjög flott entry og kemur inn á site og bara run and gunnið í lamps var smá cheeky, má bara segja, en bara mjög confident updraft og bara fæta deadlock. Já, og líka bara refætið hana. Deadlock nýbúin að fá pick, instant treytið hana. Hún er bara tilbúin að komast hana að taka þetta off-angulanu uppi og instantly treyta henni. Já. Við erum að sjá sama Viperveggina sýnist mér sem er svo ótrúlega góður fyrir þetta lamps control. Það er ekki alveg að nýta sér það núna. Nei. Það er lappa bara beint í genið vegginn hérna áður en hann kemur upp. Og Sage-veggur kemur inn í shower líka. Peyton notar alltaf sitt innan fyrir info. Spottar held ég 3 á. Já, spotta 3 og Tóta er búinn að heyra í einhverjum í showers. Það er búinn að brjóta vegginn þannig að þeir vita að minnst kosti 4, ef ekki 5 eða skutan báðar. Þannig að Hún er að hæga ápúsera mjög mikið. Mér sýnist controller sem vilja committa sig inn á þetta site. Það sem smokes eru komið niður heaven. En Alger nær first bloodinu á Totodisa og nær síðan bara double á Glenn Coco hjá Tetris. Glenn Coco gerir gott damage, skilur hann eftir í lágu
mér sýnist þetta að vera bara frekar mikið bait þar sem Deadlock trippið mun spotta þig hana, Já. við sjáum rotate kom strax, en það þetta var er munn á planti og alarmbot á spike Over there. og Killjoy er bara farin á long, komið með moldur og spikein og allt. svolítið erfitt pushina. 3 inn á site á móti 3. Ó, Flott pick frá Grjónagraut, en Last player instantly standing. treytað. og roundið er búið. Þetta var flott round. Elskar Já. bara með 2 kills í byrjun hjá Tetris og Ná út full rotatinu. já, það var smá shake í byrjun þar sem Tóta Dísa og Fate Olli kom í gegn og það kom í rauninni rosalega mikið util til þess að slóa það niður en Elskar píkaði, fekk 2 kills og það er bara, ok, við ætlum að beila yfir á hitsætið því það er í þannig aðstæðum þá náttúrulega gerur ráð fyrir að þær sem fara að pusha inn á A-sætið Strike again. þannig B-sætið er bara frýtt og þær tóku það að play og fóru bara B. Já, og við erum skipta hérna Sage-inu og Deadlockinu á milli. Sage er komin framalega inn á Sands að píka fyrir early info, sér engan, vita að það eru líklegast flestir aftur. Mér sýnist þau vera á low-buy hérna garðingarílunar. Og það eru bara að fara að pussa hérna 2. Það er engin alarmboti eða trippl að stöðva þær. Here. Blocking sight. Deadlock trippir spottar en Hægir á þeim, já, gæti ákveður verið ekki að gott swinga á því. fyrir þetta flank. Og Deadlock-vegurinn í sjáur stendur enn. En Elskar er bara komin ótrúlega djú. Minning var bara með flott skotin á Elskar. Og Nillivey fyrir með treytið instantly og Gardenum nærstand öðrum á þessum Ares. Spike fyrir niður og þær eru íttar í sjáers allar. Fær Opponent's kill. með short control á þessu ótrúlega góða flanki. Var Nillivey fyrir í 1. Kemur í forward 2 en Tóta Dísa toppar inn á Sagebackinn þannig að getur reyndar enginn fara á og það er spammið henni í gegn. Tengir rétt svo ekki við Vanilli Nei. sem er á 1. Spammið henni í Ná gegn. að stoppa diffusið en kemur annar á hefa. One enemy remaining. Hann er ekki alveg að klára og þá er það thrifty inn á fyrir garðingarílunar. Gott thrifty round. Það er- Mjög gott thrifty round. Mér finnst alltaf mjög vont þegar ég fæ eitthvað í baki á mér þegar ég er með annarkvort Cypher eða Killjoy í liðinu mínu. Já, hvernig, Hvað þá bæði? maður spyrir sig hvernig það gerðist. Ég sá að bæði trippin voru þarna, eitt var hjá Sjáer og eitt var í spawninu þeirra. Þær voru greinilega, Ekki voru- með trippana fyrir, þær voru tilbúnar fyrir ótrúlega langt flank. en ekki stutt flanki frá húka í rauninni. Nei, Það er smá sárt. En það er svo sem gerist. en það er kannski þá bara næst að setja niður eitt turret sem Já, heldur bara early í infóinu. Gott damage á mínu Guarbo í gegnum vegginn hérna. Langar að finna hana en næri því ekki alveg. Guarbo á 1. sýnist þær vilja kannski vera smá hraðar á þessu rotate en Viper Þær eru að skilin feika. eftir. Þær eru samt að ná að selja þetta. Já, Þær eru að fánast í allt rótitið. En spottan hana. Viper fær samt info strax. Ekkert rótit kemur tilbaka. Komum Bara einu smokes. Og Killjoy ultið. Ítir bara Gardenum strax af side. Við erum örugglega bara að sjá Spike fara niður bara strax. Gott molly til að halda þeim af side alveg. Núna er komið bara 5v5 retake hérna hjá garðingarílunar. Mörg ult til hjá báðum liðum. Sjáum Það poppa dæmi. Ó, næri einu minna inn í tube. En Elskar með double kill. Ég held að það sé betri deadlock en þú. Hún Það heiti er, ultinu. vá. Nær killinu, þú eru komin í 2v3 en að Poppa hnífum. Langar að ressa hana. Kemur upp veggur og res. Komin á sæt, hún er með quadrina, nær hún. One enemy remaining. Henni langar í 5, henni langar í 5. Þannig er komið, held ég unofficial ace en samt ace. Þetta er ace. Hún drap ekki Sage, hún drap hérna, var þetta ekki Fate sem Hún hún drap drap- tvisvar? Nei, Deadlock. Deadlock Sem hún tvisvar. drap tvisvar. Ace is an ace. Þetta er ace í minnibók, hún fekk hljóðið. Já, hún fekk hljóð. Bam, 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 bam.
Mjög flott round hjá Esker. 14-4. Hún er, wow. Er þetta fyrsta ace okkar? Ég held það. Allavega á streymi. Já. Mér finnst það. Jú. Afsakið við erum að gleyma. Þetta er fyrsta aceið. Jú, Vel gert. vel gert. Esker. Esker. En sínast að vilja koma inn aftur á bíð, eru svolítið hættar við eitthvað aðteik, vilja bara koma inn á bíðinu. Tótadís er kannski að fara að íta hérna aftur í baki á þeim. Enn og aftur er ekkert sem er að fara að halda henni en hún droppar af vegnum og ákveður að gera það ekki. Minni, wow! Ok, flott skot tilbaka. Minni Gvarbói er klína á sem Sheriff. Sheriff only, sko. 2 TP long. Shades er viðstöld að heyrast. Slórbið kemur inn, hægir á þeim og Orbið til að stöðva þau hana. Ótrúlega gott hold hana. Spurning hvort þær fara tilbaka. Vanilli er Íhuga það. á B. Deadlock liggur, þannig þeir eru ekkert að bara fá neitt info nefnum bara hljóðið þegar hún hoppar henni niður. Ég veit ekki hvort að Glenn Coco sé nú nálægt til að heyra það. Ég held hún sér það rétt svo. Já. Óminótti strax inn á side. Spike kemur bara beint niður. Flott ulti hérna frá Raccoon. Það er bara frýtt sætin á bíðinu. Þær þurfa að retake hana 3 saman. Íru reyndum með Viper ulti, en þá þurfa þær að taka sæti vel. Já. Og þá þarf controllers ekki að spila offside. Þær þurfa að spila inn á side og halda þessu sæti. Núna Sem það er sínst mér verið að gera. Nú gerist eitthvað sem við sáum hérna í síðasta bandleik er að þetta er plantað svolítið vel mikið fyrir long en það er eitthvað að spila húka. Alveg að fela sig hann í djúpt í húka. Já, sýnist að Vanilli Wafer er inn á side, næra einu killina og með triple, er bara Með fjóra. kontra. Er með annað eis! Ok, vel gert. Það er bara Haha. 2 eisi svona, what? Já, þetta var klikkað. Back to back aces. Back to back aces hérna hjá controllers. Það er klikkað. Heyrðu við okkur. Eitt ace er ekki alveg ná. Nei, Nei. ætli Tófa sér næst. Það var Ætlaði bara niður línuna. Já. Þetta er að taka áhugaverða stefnu. Já. Sjáum þær vilja fara hérna aftur á aðið. Eru svolítið hrifnar á því að fara AB smávegis. En Deadlock er nú á aðið. Mini Gvarbói er að hitta þessu hausaður. Ekkert að hlæja að því. Nei, alls ekki. Sérstaklega með hennar Sheriff. En Skydogger kemur út. Sýnist fá smá info þar sem einn var að skjóta en ekkert annað. Esker komin hérna að taka lamp. Annar en gunn! Hún er 5 HP! Hún kemur samt út og lifir af sem er risastórt þar sem hún er með Gekko ult. Vanilli Wafer er með kemur Glenn út. Coco-ina en Mini Gvarbói er einn innan á side. Er að fara að taka lapse control aftur með þessu. Það er enginn til að spila með Gekko ultinu og Esker bara aftur inn. Sýnist þær vera ekki alveg nógu tilbúnar að planta. Cypherholder kemur í gegn og Esker er með Mini Gvarbói sem situr hérna hjá bench. Nú eru þær fastar backside. Player standing. Hún með Tótadísa og Tófa er klárar það með killa á gardingnum. Við töluðum það áðan hvað bæði lið var að spila ótrúlega defensive sided comp. Samt Já. erum við að sjá hérna 7-2 takkerhalf. Já, líku við samt, já, það er mjög áhugavert þar sem maður getur alveg sagt að Gardengrillir séu með aðeins meira defense sided comp nema það að þeir eru með Viper sem solo controller Já, sem er kostur og kaklar og líka með Deadlock og Sage. Deadlock og Sage geta eiginlega bara slóað nema þú ert að spila Deadlock á aggressífan hátt þannig að þú píkar með utility og þú ert að taka þessi fights en það getur verið mjög hættulegt. Sage fær info longið. Esker er að hitta öllum sínum skotum. Tilbúin entriðinu í lamps og það er engin annan en Mini Gvarbói er einan eftir með Sheriff. Hún er verið mjög hættulega með þessum Sheriff.
nær líka algjörina aftur í lamps. Það er bara deja vu líka við. En Hún Manilíu fyrir tilbúin að pushina og nær hana. Last player standing. Og þá er Gatling nú aftur komin inn að ein eftir. Nær ekki alveg. Hefði hún ekki þurft að reloada þá hefði þetta verið kill. Flott smókan alltaf ná sér út úr. Og mér blæti kemur í gegn, hún er alveg blind. En er tekin hana þegar hún reynar að taka kontról af lamps. Þá er hún komin í 2-8 og Elskar er 18-6. Það er smá crazy og við erum komin hérna með timeout. Þetta er hérna hjá Guardian Grillunar, er það ekki? Jú, Snapster þjálfarinn hjá Guardian Grillum. Sko, nú er það spurning hvað þær er að fara að gera hérna til að snúi þessu við. Það eru nú 2 rounds eftir á þessum helmingi. Já, Það sem ég myndi segja, spurning hvort það sé á low-buy núna, reyndar, ef við getum séð economy. En ég væri til í að sjá svolítið push eða eitthvað svoleiðis eða bara já, einhvern combos þar sem þú ert með Deadlock Seas og Gecko Nade og Fade Seas líka. Bara aðeins að þróa off pushið þeirra þar sem við sáum það í eitt round að þær geta alveg stöðvað pushið þeirra en þær verða að fá líka eitthvað út úr því. já. Það er mitt þetta round sem að þær tóku hana var doppelflankið hjá Gardenum og Totodísu. Nákvæmlega. Bara beint út húka, fengur bara hana early info. Totodísa bara jiggla, jiggla fyrir upplýsingar hana í sand, segi ég. Og þær bara ýttu strax út af því og þær eru ekki búin að vera að refsa nú mikið fyrir það að það er ekkert búið að vera að halda flankinu þó það geti það. Já, þær eru kannski hrættar við hann Cypher og Killjoy og hugsa bara, það eru trips, ég verð spotted og ég verð drippin. En það er nefnilega málið. Killjoy og Cypher er ekki endilega alltaf að sitja við trippi sín endalist. Já, og líka ef Þannig þú þróar off pushið þeirra og líka bara hvar þeir eru að spila á site. Og ef þú líka ferð og brýtur þessu tripp, þá vita þær að það er eitthvað í bak og þær verða að halda þig, þannig að þú getur brotið þetta tripp og farið bara til tilbaka. Þú ert búinn að taka einn af pushinu þeirra, í staðis að þær eru búin að vera kannski að spila svolítið með það í huga að það er enginn að koma í bak og þær hafa ekki áhyggjur af því og þær hafa aldrei spilað eins og þær hafa áhyggjur af því. Það gerðist einu sinni og kom aldrei aftur. Já, sýnist að vilja, það er að halda pushunum eins og þessi hérna á A með þessu væburólti og Controllers eru ekki alveg nógu hrifin að því að pusha það. Mér sýnist Elka vilja lurka hérna eftir, sjá hvort hún getur fengið free picks. Krónugurður er alltaf að íta upp hérna lamp sem gæti fengið tæmjana. Flottu mólið hann að sitja hjá Killjoy. Takk Killjoy, flott að sjá það. 30 seconds left. Sýnist það ekki vera að gera neitt alveg strax en Elka er bara eiginlega komin inn á, er þetta lurking jack taktík að hún bara lurkur hann á sætt og endrýjar. Og hún er bara komin gæti sér verið. 10 sekundar eftir á klukkunni. Nær hérna Gardiglóm í CT og Spike planted. pushur hún fyrir meira. Já, nær hérna grunugurinn og bakkar í burtu. Ekki tilbúin að treyta. Með hana vandal í hönd en engan skjöld. Hérna er hún 12 HP, er ekki alveg tilbúin að píka eftir en þær vilja heldur ekki pusha hana í heaven. Hún er Þær eru líka stór komnar hættuleg. 2 í heaven. Já, One enemy remaining. hún með treytið strax eftir. Og Miniko Ebo er hérna ein eftir í 1v2 en Hanna Panna klárar þetta. Það var það 2-9, bara eitt round eftir. Round before þessum the helmingi. switch. Síðan eru samt alveg til þessi lið líka. Sérstaklega þessi lið sem föndra svolítið með composite svona. Sem að eru bara mikið sterkari öðrum megin á mappinu. Já, Sama í rauninni hvað kompið þeirra myndi segja til og hvað mappi segir til Ég hef alveg spilað á móti fólki sem að spilar komp og spilar á mappi sem þeir ætti að ganga miklu betur í defense og síðan taka þeir bara 10 round í attack og tapa defense. nákvæmlega. Þannig að þú veist- Sum lið eru bara einmitt miklu betri defense eða attack. Þá bara er fínt að setja upp liðið sitt svoleiðis en
ég bendi mitt á þetta til að segja það að þó að við segjum að bæði liðið séu defensively Ok! Ha? Þetta var crazy skot. Ég man ekki fyrir hvað ég var að tala sko. Últi kemur út og spotta 2 típi fyrir yfir. Marked one. Ha? Þær eru komna bara, reyndar þetta 4v3 hérna fyrir controllers og þær bara sýnist mér vera rotated á aðeins með Omenolti, komna með hérna freeside. Við erum Spike reyndar, planted. ekki með deadlock-ulti, kastaði einhvern tímann en hitta ekki, sýnist mér. Hún kannski bara deadlock eins og þú. Já, örgulega. Þetta ulti erfitt að hitta. Já, það er skrítið, það er skrítið. Já, Það er svona pínu svo reysulti sko. Þetta er kjánalegt ult. þetta er kjánalegt ult. En sýnist vilja taka kontrollin á Lambs nær en að Raccoon. Þessi Last Varbo er Nei, of clean. 1v2 situation innan hjá Gleim Coco. Tíminn er ekki hjá henni Erfitt. að klára þetta. Erfitt að taka þetta fætana, þær spilaði vel. Píkat í sitt hvori sanna. Já. Það gati glina vinni. Nákvæmlega. Sem er, þegar maður er að spila, þarna var Cypher á sortinu og þann var Killjoy í Showers. Þá þarf maður svolítið að skjóta og treyta. Að því, þú getur annarkvort, þetta er einmitt leiðin til þess að spila saman án þess að þú ert viljan okkur öðru. Já. Ég hefði verið til í að sjá replay af þessu skotið hennar. Þetta var klikkað. Hún bara tilbúin fyrir þetta líka við. Það er bara flikkan bara, það var bara millisekundu flikka. Já. En við erum með hérna, Elgar er með 20 frögg. alveg klikkað, við erum með, Í 12 rándum. sjáum hérna Gardingarleirinn vilja fara í 5-man short push en þær eru 3 hérna á þessu sæti. Og Larmbotinn er að fara að spotta pík pussiðan inn í lamp. Sagevekurinn komin í gegn, ná frekar frítt plant hérna en Tóta er ennþá hérna í lamps. Byrja að brjóta vekkinn hérna. Núna þegar ég hugsa út í það, þessi Sage plus Gekko er að fara að gefa þeim svo mörg plön að ef að Alveg. postplantið er að verður gott. Þetta eru mjög free plants en það er með það að halda sætinu eftir á sem er erfitt sem mér sýnist vera, já, Gardingarleirinn komin hérna bara í 1v4 strax. Það er bara að sitja á spæknum. Nær honum ekki af henni. Ekki alveg að tengja hana, er með réttu hugmyndina en 11. umferð fyrir hérna controllers stefnir í annað ránd hérna fyrir controllers sem Já. er miklu betri pening. Sjáum deadlockinn on top, just saying, Spurning- just saying. Spurning hvort þið sjáum þær kaupa hérna. Svolítið verða það í næstu í. Já, mér sýnist, Það er ætlast ekki að gera það, það er að spila fyrir overtime. Eða það er alltaf bara að vinna með Classics. já, Það er ég meina það er unnu þrifti í ránd. Það er náttúrulega verið draumurinn, en það er erfitt. Það er erfitt en mér sýnist að vilja ekki fara aftur í 5-man pushina að heldur taka smá split A-push. Komið 2 Sem er- mólar á shorti líka. Það Eiginlega- hefði verið mjög vont að pusha þetta. Já. Og líka bara þegar þú ert að taka að þá er svolítið nöðsynlegt að annarkvort bara eitthvað veginn taka showers control. Hvort sem það er á sama tíma eða seint. Skyflassi fær info hana, eða Doggy fær info hana segi ég á Showers á báða. Raccoon píkar hérna Já, en Raccoon. er tekur alveg svolítið mikið damage þannig að Elskar Elskar bara- kúpar í flagg með Judge og nær dveimur. Þær eru allar bara íttar aftur í spónana. Hún er bara tilbúin í Elskar fleiri. vill meira. Er þetta þriðja? Ha! Þetta er þriðja eisið. Ok, Þetta er annað eisnið en það er Elskar. þetta eru no mark aces. Þetta eru no mark, hætti þessu. Nú er bara farin að monta þess hvað. Jesus, Elskar, þetta var, ok, að fara með Judge í flank, Bara hleypi í flagg með Judgeið. bara, I love it. Þetta er ákveðu confidence sem ég bara elska. Sýnir Snapster vilja hérna, nota tæmatið þar sem það er match point, þannig kontróli sem er 1 round eftir til þess að vinna. Og, já, bara, Fáum kannski að sjá scoreboardið hérna. Fáum að hvað er að sjá koma? 26 kills, 25, eitthvað svoleiðis. eitthvað svoleiðis. Fáum scoreboardið upp hérna og fáum að sjá peningin hjá
grílunum. Við erum greinilega ekki að fara að gera það. Nei, en það er einmitt, það eru engin ólsveipi. Þetta er svolítið erfitt ránd fyrir Guardian-grílunar. Já, þannig að fáum við það. Og hann að fá það, en við sýnum samt Guardian-grílunar vera á Góðum pening. Góðum En alltaf pening. spöruðu. Full buy. Spiluðu fyrir þetta full buy. Já, Elskar er samt, já, 26 kills, hvað sagði ég? 26-8. Já. Er Anton Meðan Judge, stór hættuleg. Hún er þrefalt jákvæð á Ákveður að breyta í, hætt við. En sýnist þær vilja taka svona hálgerðis default. Hundurinn fær info á 1 hjá A. Eru í rauninni bara að leita eftir info. Þetta er rosalega erfitt kombo pósigægt. Þú er bæði með Cypher og Killjoy og þú ert ekki með dualist. Vita af 2 hjá A sem er að reyna að feika það en Controllers er ekki að kaupa og Omen Raccoon er bara sest niður inn í húka örugglega með haglabyssu. Nei, hún er með Spectre, en er bara tilbúin og þetta er fight sem þú vilt ekki endilega vera að taka á móti Spectre þó þú sér með stærri byssu því hún er með Vandal. Hún er með Vandal. Ok, ég er bara að bulla eitthvað þá. Ekki bara Vandal, Kuronami Vandal. Rauð Konami. Þetta er clean. Þetta er clean byssa. Þetta er líka clean byssa. Ég elska þér, Axis. Þetta er eina skinni sem ég á ekki sem ég langar í. Spotterinn að kemur Gekko Wingman út og Gekko Blind. Stoppa Wingmanu strax. Helgar reyna inn á side með Judge. Og nær henn á Totodisa sem reynir að ná í spækinn aftur. En poppar Nýva. Poppar Nýva er með Nýva inn í bónusnum sem er stór hættulegt. Og þær veit ekki af Omenan á. Tíminn er engan veginn með þeim. Nei, 11 sekúndur eftir og verður bara að fara í plantið hérna. Þá er controller sinna með winnið. No one left to send a message. Hvað var þessi leikur? What? 3 aces. Sko, 28-8. 28-8. 6 first blood. Jesus. Ég held að fara ekki fram hjá neinum hver var maður leiksins, Nei. kona leiksins. Vá, þetta var deadlock on top hjá Guardian-grílunar. Þegar hafði fyrst gaman að segja það. Já. Ég meina, deadlock þetta er einu betri meðferð hjá deadlock og ég er ánægð að sjá deadlock í þessum leikjum þar sem hún er reglulega underrated í þessum tilfellum. En 3 aces. What? Það er klekað. Það er... Fengum að sjá þetta liðspili fyrst skipti núna. Já, og það bara... Þetta var ekki það sem ég bjóst við. Nei. Sérstaklega líka eftir að það er eftir 13-2 tap hjá þeim í síðustu viku. Já, á móti... Jötun Valkyrjum. Móti Jötun Valkyrjum. Að vísu mjög sterkt lið sem þeir spilaði á móti þá. Já. En það er greinilegt að bara einn leikur sem þeir spiluðu saman hana og þær hafa bara fundið sig í honum. Því að þetta var ótrúlega vel spilað. Elskar var on fire í þessum leik. Já, og líka bara treytin þeirra í leiknum. Þær voru alltaf að rífragga hver aðra og Já. það verið eitthvað, alltaf þú sást einhvern controller deyja, þá dó einhver hjá grílunum líka. En það voru bara alltaf tilbúin að rífragga. Já. Bara mjög flott trades og bara, vá, og líka bara rotations, það sem Bind er rotation heavy map. Þær tókum mjög góð rotations, fengu beitaðar út til þess að rotata yfir á site og fóru síðan bara yfir á hitt siteið þar sem fengu bara frýtt plant. Já. Þannig þetta er bara mjög vel spilað hjá controllers. Já, það er akkurat eina sem ég hef í raunin að segja um hana leik hjá grílunum, þær spiluðu ekki illa. Nei. Það er bara individual brilliansið hjá Elsker í þessu leik, stóð svo fram úr með meira en 2-falt fleiri kill en næsti leikmaður í leiknum. Já, líka... Það er rosalega erfitt að stoppa svona leikmann þegar hann fyrir í gang. Já, þá ertu bara in the groove og þú vilt bara halda áfram. Það eina sem ég hefði viljað sjá var betri nýting á þessum flengum.
í defense. Já, ok, og líka ekki til þess að vera eitthvað skonar komp nördi, Nei, en þetta var ekki gott tímkomp. það skiptir samt kannski ekki öllu máli. Ekki öllu máli, en þannig ertu, ok, svo sem vissu Þú ekki, talar þetta í síðustu viku að já, ég veit það, en ættir- ekki vera með duelist á bænd er rosalega erfitt, þetta er einu möppunum Já. sem er erfitt að entry á, þú ert ekki með, að því það þú er erfitt að spila öll möppin á duelista. það eru nokkar möpp, Icebox, Já, ok, Slepper og Já, Icebox en en- öll hinn. já, Þú ef þú móti til dæmis Killjoy eða Cypher sem þú átt svolítið að búast við, þá er duelist eiginlega nöðsynlegt, eða bara minnst hvað segja, eitthvað til þess að brjóta þessi trip sem þau voru heldur ekki með. Við ætlum að stökkva í stuttar auglýsingar og kynnum síðan leik nummer 2 eftir það. Þannig að við sjáumst bara rétt bráðum.
Velkomin aftur. Við erum að fara inn í Velkomin aftur. Við erum að fara inn í leik nr. 2. Hérna Höttur gegn Venus. Já, Hvað mapp finnst þér líklegt að við séum að fara í hérna? Venus spiluðu Haven síðast, Já, rétt? gegn Þór. Gegn og þó. Og Höttur spilaði bænd gegn Goldigæs. Já. Það er góð spurning. Örugglega ekki Haven. Nei, mér finnst líklegt við séum bara að fara að sjá annað bænd hérna. Ég held við séum að fara að sjá mjög mikið bænd á þessu móti. Já, kannski Ascent, reyndar. Já, gæti verið að send. Ég myndi segja, já, ok, Bind eða Ascent. Ég var hérna með predictionið á bænd fyrstu 2 leikjum. Já. Þannig að ég hafði rétt fyrir mig fyrsta leik. Það er Fekk bara ekki að segja. Nei, En ég held við séum að fara bænd aftur hérna. ok, ég held Ascent. Það er mitt gut feeling. Ok. Hérna, við förum yfir line-upinn hérna hjá Hött. Við erum að fara að sjá Snowpool aftur. Já. Var ótrúlega góð. Ótrúlega Síðustu góð viku á Reynu. já. Fast and Curious, Pikachu. Fast and Curious var ekki í line-upinu síðast. Nei, Við erum að fara að sjá Sott detta út úr line-upinu núna. ok. Bakamura, Pikachu og Gorilla Vanilla. Ok. Þetta er í rauninni sama line-up og var síðast Já, nema með bara, þessari einu breytingu. Já. Og við erum ekki að fara að sjá neina breytingar hjá Venus. Það er bara Ima, Ásquís, Bara Sara Pera og Sunny Ash aftur. Já. Skemmtilegt nafn, Sunny Ash. já, Þar mitt sögðu við að Sunny hafi staðið síðan svona heilt yfir best. Var já, var með ótrúlega sterk á brítsinum. rosalega gott util. Já, toppfrag er í leiknum, gott util. Initiataði sætin ógeðslega vel. En Pera var líka ótrúlega góð. Þetta clutch, Bara, ég glemði það ekki. ég held að þau voru 3 í röð eða eitthvað, 2-3 í Já. röð. Þannig að, Nei, Sara Nei. fékk ace. Það, manst ekki, jú, bara Sara. það er rétt. Það er rétt. Því Það voru miður- komin 4 aces. Sorry Elgar, þú fekkst ekki fyrsta þessi. Nei, Já, það var bara þar 3 jet ace. já, ok, vá, true. 3 jet ace og svo 1 sky ace. Já, Það var bara, maður þarf að byrja að telja þetta líka við. En, já, já, ég veit samt að, sko, Venus Val hefur verið að breyta svolítið til hver er að spila hvað, vanandi roles, en ég held samt að Ásquís sé aðalega Sentinel, Sunny er aðalega Initiator og Já. svo bara Sara er aðalega Duelist og svo hinnar eru svolítið að skipta þessu mikli. já, Hvort að einmitt Pera fari á Infinitiator eða Smokes. já, Eh, það er líka svolítið og kannski eftir Ima. hvaða mapp við erum að fara á. Já, það er mjög satt. En
ég veit samt að höttur eru svolítið mikið að skipta sér. Milli Ég- mappa, það er rosalega svona, ég veit að Við munum sjá Pikachu- Gekko. Pikachu spilar að mestu leiti Initiator, Já, Sky. Sky, Fate, Já. spilar Gekko, hún spilar reynda líka Clove, Já. Snjólaug, eða Snowpool segi ég, afsakið, er eiginlega bara Duelist. Já, Eiginlega mér langar bara að sjá hana reyna reyna þessu. aftur. Mér langar að Já. sjá reyna aftur. Hún- Fast hún and var alveg Curious spennandi. er að mestu leiti race player, Alveg við rétt. gætu sér doppul duelistina, Alveg rétt. Bakamura hefur verið Sentinel oft, eða Controller, Já. svona bæði, Killjoy og svoleiðis. já. Sott hefur líka venjulega verið Sentinel þeirra, en þar sem að Fast and Curious eru komin í staðinn, þá finnst mér líklegt að Sentinelin detti á Bakamuru og Gorilla Vanilla fari í Controller. Já. Og þetta verði uppsett þannig. Og ég heldur sem að fara að sjá mjög svipuð roles á playerum hjá Venus. Já, aðalega. Ég held að sé mynd bara Pera og Íma sem eru svolítið skiptið sér miklu. Já, Hvort að þeir séu, að því við sáum Pera var á Sova já, og Íma og var, Íma var á Kló. var Omen. Omen, já. Já, alveg rétt. Þeir voru á móti Klóf. Já. það var hún Nutty Ella sem var klóf, Natiella sem var Klóf. sem var líka með ótrúlega mörg clutches. Já. En, já, ég veit einmitt, já, ég er spennt að sjá einmitt hvað maður mun spila því það er svolítið determinant hvernig hver spilar hvaða ról hjá Venus. Já. Minn samt sama hvaða mapp, ég held minnst líklegt að við munum sjá Gekko hjá Höttur og að öllum líkindum Jet hjá Venus eða Neon, ég sá nokkra Neon leikið hana, en við erum að fara á Abyss. Við erum Oh bæði bara my god, yes! mjög rámt fyrir okkur. Ok, það var einu af þessum möppum sem voru bara, ok, er einhvern að fara að þóra að pikka Abyss núna? En minn sýnist við erum svo Höttur, við erum bara alveg tilbúin í það. Og það er bara að kekja. Fáum við að sjá Vice. Ég heldur sem að fara að sjá Östru hérna. Ok, 100%. Það við erum að fara að sjá risaðli í lobbyinu. Já. Gamla Astra er komin aftur. Gamla Astra og kom með 5 stjörnur aftur með glænýtt buff sem er bara mjög needed buff líka við af því Já. það er svona 5 Astra mains Í heiminum. í heiminum þannig að það að fá buff sérstaklega eftir að við fengum nerf á hérna púlinu. Já. Mér finnst þetta alltaf lægi núna. Já, Af því að það er búið að nerfa abilityin hennar, það má hún alveg fá svo stjórn aftur. Já, það var alveg mjög mikil þörf á því. Það var svolítið overkill hvað var gert. Þeir gera þetta alltaf þegar agent er orðin svona ógeðslega dominantly pikkaður. Já, Þá bara, heyrðu, nerfum öll abilityin hans. Chamber. Já, Chamber, Viper, Sky. Viper ennþá lendið í líka mitt. Bara, Já, það er því að Viper er líka bara... Harbor nær ekki að íta Viper út. nei. Harbor getur ekki fyllt. Af hverju ekki bara reworka Harbor þá? Nákvæmlega. Taka líka á þetta og bara reworka championið frekar. En, já. Mér langar að sjá Vice. Já, Ég væri til í Vice. Hún er góð á Abyss. já, ég myndi segja að bestu möppin hennar væri Abyss og Bend. Já, hún er alveg með góð flashes og það er líka, það er rosalega erfitt að defenda B. Maður hefur líka séð þetta, hvað þeir gera hérna þegar þeir releasa nýjum mappi og nýjum agent á svipum tíma. Já. Þá er það svona eins og að agentin virkir rosalega vel á því mappi. Já, eins og bara, til dæmis þegar Harbor kom út Já, og og Pearl stuttu eftir á. það var smá áhugavert. Og þetta er einn svona besta mappi hans Harbor. Já, Og mér langar að vita hver ákvað það hjá Riot. þetta var, Já, releaseum Harborinn á mappinu Pearl. Ok. liðin eru tilbúin og við erum bara að fara inn í leik á Abyss. Við erum að sjá, Deadlock! Ég held að sé að beita mig samt. Ég held að sé ekki fara að peka Deadlock hérna. ég held að við séum ekki að fara að sjá Peru fara á Brimstone heldur sko. Ég held að þetta sé eitthvað og Söru á Omen. Þetta Ég er held- beit. Við sjáum, Snó- ok, mitt gísk er að við munum sjá bara Star og Neon, Mhm. Pera á Astra, Asquith á hérna Cypher, Viper.
Sunny á Sova, maybe? Eða Kale? Eða Gekko? Gekko. Gekko og svo hana. Ok, og svo... Snowball, ég held að Snowball haldi sér á ISO. Það er líka skemmtilegt, sko. Já, ég hef síðan að spila ISO og minnst ISO alveg fín á þessu mappi þar sem það er reglulega auðvelt að finna, olta og finna mannski sem er að spila en á sæt. Pikachu að fara á klófin. Það er bara svona komin á Jet, ekki Neon. Langar að sjá hann á Neon. Bakamura alltaf aftur á, Omen, spilaði Omen síðan líka. Já, komið Klófin á Pikachu. double controllerina hjá Höttur. Ég hafði mjög rangt fyrir mig með Fast and Curious. Þetta er alveg hinum megin á. Já, ég var samt, Hún spila mikið sleitt. Ég sagði Gekko hjá Höttur, þannig það var rétt að minn sko að segja. Og Jet. Já, múin gleyma því að Fast and Curious spilar líka mjög mikið Sage. Það er bara race Alveg Sage. rétt, já. Það var alltaf miklu meira race í haustum á mér og þeir spiluðu alltaf double duelist, hún og Snowball. Já, race er líka ekkert eitthvað crazy á Abyss, finnst mér. Nei, en... Svona ekki þannig séð. Ég myndi alltaf segja að Jet væri betri bara upp á up angles og svoleiðis og meira að segja Neon og Yoru. Já, þú veist, mér finnst samt Race vera betri solo duelist en ISO. Já, en við höfum séð hvað Snowball getur gert með solo flex duelist. Já. Þær verði ekki með neitt dive inn á sæt núna. Nema bara Omen TP. Nei, minnst líka áhugavert að peka double controller þar sem þú ert með Omen og Clove. Já. Venjulega, náttúrulega þegar við sjáum double controller þá er þetta eitthvað með vegg og svo eitthvað sem er með venjulega hefðbundin smokes eins og Omen og Viper eða Clove og Harbor eða eitthvað svoleiðis. En við sýnst að vilja fara í fyrir eitthvað slow pushina á Ég hef líka alveg séð mikið Viper á þessu mappi. Nei. Ég hef séð alveg eitthvað sko. Ef að fólk getur spilum double controller. Komin er bara í hratt pushina en er Omen blind að drepa samt gorilla vennilega gegnum blindið. Bakom var með right klikkið og nær bara Sara en Sunny með treytiðina tilbaka. Áskils kom með lurk. Tengir ekki skotunum sínum. Nei. Pikachu. Komin inn í harða bara eftir mid en er tekinn af Fast and Curious. Íma nær snowballina, komin í 2v3 og bomban er niðri. Byrjar að pushina sæt, hér nær Pikachuinn á Raptors. Fast and Curious er með treytið en Sunny klárar roundið. Já, minnst BS-sætið á Abyss vera fáránlega erfitt að defenda. Já, Hvað er Ómar að spila? Þetta er ógeðslega awkward eitthvað meginn. Maður getur ekki spila backside af því á móti góðum spilurum ertu bara util-bombaður og það er annarkvort að util eða þarfst að swinga þannig þú ert að taka 50-50. Já. Og þú ert ekki eins og að taka 50-50 sko, það er verið að halda þetta þegar þú swingar. Já, þetta er svona 30-70. Já, þetta er, veit ekki með mikið á bakvið þetta map sko. Ég minnst líklegt að verður einhver tíma. Og mér finnst á sama tíma allt of auðvelt að halda B. Nei, A segi ég. Já. Þetta er eitthvað svona, þú veist, af hverju ert að fara A nema þú sért með ultin til að taka það. Já. Sýnir sinna komin í smá baráttur inn á mid þar sem Venus vera í bæ og Höttur eru í low bæ. Áskils pushar hérna upp middir tekur ekki eftir Pikachu sem er hérna heaven, nei, top mid. Ég er örugglega ekki að búast við ásins hérna, ótrúlega vel sett inn á middi, setur út cageið þannig að Ég er að pusha og nær en á Pikachu sem reynir að fær samtrúið að setja þeir fótum smókið, í cageið. Já, nær frumur og þetta er bara reglulega cleaner round hérna hjá Venus í bænið þeirra og núna er komið að bónus þar sem þær eru nú með 1 Classic, 2 Spectres og Bulldog. Smá... Örugglega fara að sjá Peru kaupa eitthvað hérna, hún með 4K. Já. En hún fær bara... Hún tekur alltaf saveið í second. Hún fær Bulldog hjá hérna Söru sem að ætlar að spila bara Sheriff. Þannig að þær eiga gríðarlega sterkan pening á
á Peru í næstu umferð. Áhugavert að fara inn á mid. Eru að reyna að leita að ykkur piki. Lotta hérna Snowpool en lætur ekki stoppa sig, komið með shieldið í gegn og píkar hann aftur. Reynir bara að taka prífærið hérna og vonar eitthvað lapp í skoti. Ekki alveg tilbúin að píka aftur. Það er líka, þú verður svolítið að virða þennan ISO-skjöld, sko. Já. Sérstaklega ef hún hittir svona skoti, það er ekkert að fara að segja að hún sé ekki að fara að hitta í aftur, sko. Og líka ekki að píka frá saman stað. Hún er með crosshairið og Þetta er tilbúin. á allan hátt fight sem þú vilt ekki taka. Já. Menn samt Og þessi skjöld er bara upp í 7 sekundur, það er alveg eftir að býða nú. nákvæmlega. Sage-vegurinn er dottið niður og sýnist þær vilja mögulega fara bara inn í A-push þar sem Sage er einir á side. Svo er komin til þess að hjálpa. Startið hann á vel tímasett að koma í veg fyrir. Er Startið nær komið með setið. Spike Það er bara planted. reglulega frýtt platt hérna. Spurning hvernig höttur reglar að retake þetta. Flott pikk hann á, fær hílið, er ennþá full. Svingar inn í Peru, píkið Bakamura. Þá er Sunny hérna ein eftir í 1v5 en er spreiðin í gegn. Já, Wingman á smóknum og 5 að halda er þú. Það nær kannski einum, kannski tveimur, en Já, það er svo sem kannski ekki erfitt hann á Wingmanum á spæknum, sko, af því að nei. það er bara pingið kemur bara beint á hann á spækinu og þú skýtur á pingið. Þú þarf aldrei að vera að pæla í eitthvað, er hann næst í hægri, er hann næst í vinstri. Já, nákvæmlega. Minnst, En leiðu þú skýtur inn í skotið þá færðu 5 skot tilbaka í þig. já. Ég er reyndar áhugavert að pusha hana mid í byrjun þar sem þú ert með, Sheriffinn. ekki bara sheriff, heldur 2 specters. Já, Það er ekki alveg staður sem þú vilt taka fight. En þetta er kannski bæðið sem þú vilt taka þetta ótrúlega erfiða aside af því að það er svo það er svo þröngt. Þú getur spilað heaven, getur gert eitthvað. En Já, og sýnist þær vilja fara hérna aftur í full up-push og við erum aftur með Pikachu og Fast and Curious hérna inn á sætið. Náttúrulega eitthvað smá, en Þetta er niður! Nei! niður! Við erum með fyrsta full okkar á mappinu og ná hérna platinu niður. Náplantinu niður en falla 3 við það. Eina vísu bara Sara fellur hann út á sjálfi sér. Eitthvað aðeins misplaced að dassi sér. Já, það gerist. Rilla Vanilla með Peru hana í Ímaðina komin í 1v2, nær flotti pikina á Snowpool. Þóttum hún með skjöld. Wingman komin hérna á á, spæknum. en nær að taka hann út. Nær einum en erfitt hann að ná Bakamura líka. Já, það er tíminn er svolítið ekki að vinna með ímöðuna. Team Ace. Það hafa 10 sekundur aukalega til að vinna með, sko. Hefðu þurft að ná eitthvað crazy spray transferðana til þess að drepa Bakamura. En þetta var smá unfortunate round fyrir Venus. En ég var búin að einhvern veginn gleyma því að maður getur dottið af þessu mappi. Það er einmitt, það er eina mappið sem þú getur bara dottið af mappinu. Þannig að við erum komin í smá Overwatch, líka við. Ég býð eftir roundunar sem ég sé eitt lið hoppa allt út af í spari. Nei, það gerist ekki. Það er ógeðslega Kannski er það boring, en það er samt, mér finnst það svo fyndið til að neita hérna orbs. úlpointum, sko. Já, það er satt. Það er ákveðið stress en gerist kannski ekki pro-play. Ef að liðið þitt er með út af hitt ekki með nei, en það fyndist bara. Já, en við erum komin inn á side. Gott flassan en það lendir ekki í því, nær að bjarga hana. Komin er bara með plantið niður og höttur hérna í 3v5 retake. Snowpool spottar hérna í mút, drifur hana. Veggur nú bjarga sér og hún er ekki tilbúin fyrir fætið Pikachu. Samt mollið nærinni. Hún er í 2v2, bara saman með trippulina á Fast and Curious og er að klára þetta á Pikachu. Pera var Þetta stöld var- af bækinn hana. Þetta var, ég var smá hrædd. Þetta var farið úr, 5v3 yfir í 2v2. já, það er smá hættulegt. En við erum að sjá hérna Anyone need something? bara mjög flott skot og einmitt frekar even skortbortina 5-5, 3-3-3 og svo 4-4-3-3. Mjög dreifður peningurinn hjá hérna hjá Hött, en við sáum hann að
Bakamura ætlaði að kaupa riffil og skjöld, hætti við það en á samt 5k. Get out of my way. Ég sé Hún er þetta, að spara of mikið hún er að pening. spara of mikið. Ég sé þetta aðeins of oft þegar þú callar, kaupum fyrir næsta. Já, Þú mátt alveg fara í vandal ef þú átt nóg fyrir næsta. já. Það er ekki verið að banna þig frá því. Þú átt nóg fyrir næstu 4 núna, sko. Nákvæmlega. Þrass spottar hana 3 eða 4 en teina 3 en enginn til að spila af því, kannski svolítið sóað últ hana líka í defense round, nei í save roundi segi ég. Nákvæmlega, bara svona komið með knives og nær Gekko. Ég er tilbúin í annað, en nær ekki alveg Pikachu sem er hérna heaven. En Pikachu nær Sunny. Nei, Sunny nær Pikachu. Snowball komið inn í flankið, færa haldinni, erfitt fight, með bara sheriff. Blocking sight. Komið núna í 2v5 á low buy. Spurning hvað höttur. Fast að kjöra sér númerreðs en ekki alveg sniðust að ressa á eco round. Nei, þú vilt ekki vera að investa á mörgum ultum í svona round. Nákvæmlega, spada. Bakamura með hennar swingið á bara Sara. Náttúrulega vísa ekki með merkilega byssur til að seifa þetta. Last Nei. player standing. Og Pera klárar það hérna með trippur. Já, þetta var... ég er ekki alveg nóg convinced að þetta Gekkovolt var sniðt. Nei. Þannig hefði það verið betra að gema og nýta það fyrir retakið ef eitthvað. Því þannig þú ert annarkort tekur fast push öll saman eco Það hefur verið bara ógeðslega gaman að með spila. Gekko. Þannig hefur það fengið bara nokkur free kills þar sem það eru 2 eða 3 detained. 3 detained og eina lapp upp stigan hana Nákvæmlega, heaven og þá- nær engan veginn að hjálpa þessum Sunny hana sem er ein ekki detainuð. Nákvæmlega, Bara þess að reyngum stigana bak við vegg. Ef það er pussa 3 eða 4 ára niður, já, þá með er þetta bara thrifty. nákvæmlega. Gekkovolti og svo hleypur upp með Gekko blind og það er bara, Já, og meira þess að bara frá Garden, nei Sands, eða hvað sem þetta heitir hana hægra megin við B-side, fá bara paranoia hana niður, ómennflasið, já, blinda bara alla, Gekko ult, detaina 3, hvað er það að fara að gera? nákvæmlega. Maður á ekki verið hrættur bæði við það að taka eco push og líka bara taka push almennt á defense helmingnum út af því ég sita líka aftur aðeins of oft að bara út af því þú ert á defense þarftu ekki endilega vera að spila alltaf of defensive. Nei, Þú mátt alveg spila það eins og þú sért og á attack. þannig er það líka að sjá það að þær eru að finna fyrir því hvað er erfitt að halda þessu B-side. Já, Og þær vita, að bæðilið vita þær eru að spara, þær eru örugglega að fara B. Hendum bara í frænan pussa B. nákvæmlega. Og að Snowball komin á málti 1v1. Nær en að Sunny. Clean pick hana, neitar Molly til að hæga nei, þetta var defensive ult, ekki neitt. Já. Þannig að Og þá er bara Sara komin hérna ein eftir á A-ið. Eru samt smávist að selja þetta sé A-push þar sem fastikjörist einina á en Snowball með bara Sara kill. báðar. Þetta er það sem ég finnst líka mjög vont að sjá. Þú ert að ná pick-árum en liðið þetta samt að róta þetta. Já. Það er, þú ert að eyðileggja pussið þeirra og ef þú ert að ná að halda ein, af hverju er allt liðið þetta að koma? Nákvæmlega. En núna er svolítið erfitt retake þurfa að vera svolítið þolimóðar þar sem það er Astraveggur ákveða samt að bara pusha í gegna. Lappa bara í gegnum hann og... Þær eru 4 og Gekkur henni í flank. Nær áskvís. Byrja að fara á bombina. Það er bæði pull og sóvolti. Reynir að spreyja hann að sofa en ágætis hugsun, næri ekki að tengja það. Nú búið komin aftur á defusið og er að nær einum. Last player standing. Það er komið í 1v2. Það er mjög low en Enemy remaining. tíminn tikar. Það er engin tími eftir. Nær samt báðum. Tíminn ekki alveg að spila með. Hera var hann næstu búinn að leyfa henn að hafa, sástu það? Það, Skaut sig ykkur Líka bara með við af hverju- hausinn á Snowball. af hverju var höttur að leyfa Peru að svinga þarna? Ég veit það ekki. Það er mín Snowball var fyrsta kontaktið hann á spæknum. Já, það bara, Ef ykkur stendur fyrir framann Snowballana eða hægra megin við hana,
tekur fyrsta fætið, Já, það voru eða svo sem ekki fyrir framann, collateral Já, eða þú veist, bara nógu framanlega til að geta alltaf Já, eða bara varið. tilbúin að swinga hana. Og líka einmitt Pera svingar hana með hausinn, með crosshairinn í höfuðhæð á diffuser. Því þegar þú stendur hann eitthvað, hún er að miða í lappirnar á þér. Já, nákvæmlega. En Sagewagon kominn inn í gegn á B. Mun hæja aðeins á þeim. Kominn samt í smávist halfback. Hér er hann með flott skot á Bakamura. Gegnum veggi. Áskvist líka með snowpool. Og Þannig að bjargar næstu í Last Fast player Furious. standing. Sjá minna úttu kom inn í 2v5. Gorilla með Spike Heru sem planted. er standað í svaknum. Last player standing. Það er næstu í Sunny. Team A. Það var það að klára með Team Ace fyrir hérna Venus. 2 kill á Do what we do. lörkinana. Get back to chilling. Já, Hjá Stís, sterkt lörk frá henni. Snowpool var nefnilega byrjað að pusha út þannig að og já, Maður sjá mjög svipan helmingina, 2-6. já, það er það. 2-6 fyrir attackers. Það er bara spurning I will hvort þetta fer Að vísu, öðruvísi eða að vísu finnst alveg. mér þetta að vera tiltölulega mikið meira attackers edit comp. Nei, attackers edit map. alveg svakalega. Ekki að það skipti mál, við sáum það mjög greinilega í síðasta leik. Já, það er satt. Sérstaklega það sem Bind er aðeins meira defense. En Snowpool kominn inn í píkið en bara Sara með First Blood. Tekur píkið hana með engan skjöld. Ástís búin að lappa svolítið langt upp. Finna smá, eru þrjárið hana en fast ekki þessi tilbúinn. Ástís búin að gera þetta mörg ráð. Orðið smá predictable. Hún er resina á Bakamura. En það er kannski ekki vandamál að það sé predictable. Það er alltaf gott að hóta þessari miðju. Nákvæmlega. Conditioning. Já. En þá er mitt. Bara Sara er hana ein, fremst, með early peak, með 1 HP. Sýnist að vera að tíminn er alveg Allar spila megin. grunnilega kominn að nota fusið. Hættir við og Sunny með 2. Þannig að pullið tók hana af diffusinu. Last player. Þeirra svingina í gegn og nær bæði Gorilla og Fast and Curious fyrir þá. Það er eitt sem þú verður svolítið að passa þegar þú ert að spila móti Östru, sem að er kannski búið að gleyma smá, því að hún er búin að vera út úr öllum leikjum svolítið tíma, er að þú mátt ekki gefa þeim hennan tíma í retake-inu. Því að þá er hún bara að fara að eyðileggja hérna diffuse-ið og hún bara að fara að toga því af spæknum og eitthvað svona kjaftaði. Þau eru með fáránlega langt stól á þessum Já. spæk. Með einmitt Astra Pool, Astra Concuss að hluta til, Gekko Molla, Skjóktar. Wingman líka sem kannski kemur upp aftur. En núna er einmitt Fast and Curious komin í, þær eru 3 ára en komin í fast push. Flott tíbíl að komast hann úr hættinu. Var að fara að lenda í pullinu. Það var samt ekki alveg nógu gott push. Náðu, Nei, þær komuð hana bara ein og síðan ein í viðbót og ekkert jú til með. Gorilla er með svona afskvið sem er hana aftur á middinu. Þær eru farin að lesa Ásdís svolítið betur hann á middinu. Nákvæmlega, pushum í gegn. Tekur smá dæmi svo bara störu en Smá damage, það hellingist það. já, hekklingsa, hún er ekki á HP minni. Það er smá, the bonds. Just a flesh wound. En erum núna konar á B. Þetta er þá, Það er ekki nálægt, spækin er að fara niður og við erum að fara að sjá þetta ógeðslega postplant aftur. já, það eru einmitt með Astra, Gekko og Sova. Já. Og bara Sara gera það sama, hún gerir áðan, heldur djúpt, fá infóið hvaðan er að koma. Gekko að vísu aftarlega líka, framalega segja, One enemy Enemy remaining. kill. en það Þurfa ekki eins og nota utility fyrir postplan. Það er bara spæta inn og sæt. Þetta var nú Let's go. I got things to do. svona half-buy. já, er að fara í annað þetta. Perina 12-5-10. Þetta er mappi Peru. Holy moly. Holy moly, ekki leipa Pyrrha á Abyss. Nei, sérstaklega ekki á Östru. Það er kannski Astra buffið
Svona kannski með eitthvað smá svona confidence út af buffinu. Já, það er Það er alveg til, sko. alveg mjög mikið til. Ég man alveg þegar þið buffuðu ISO og ég spilaði bara ISO. Nákvæmlega. Það Hann var virkaði, reyndar, sko. ok, það var aðeins, Ég er ekki að tala um hérna nýjasta Nýjasta, buff. Ég er bara að tala um fyrsta buffið hans. Þegar Já. þið líkuðu skjöldin hans. það var ekki svoleiðis fyrir Deadlock, ég skal segja þetta. Það var, enginn tók eftir því. You want Nei, það er to svo sem fight it? pældi enginn í fyrsta buffinu hans. Nefna bara einhver svona, ég var nýbúinn að horfa á Jujutsu Kaisen, mér langaði bara í últið hans, sko. Fair enough. Ég bara, fekk hann buff. Já, fuck it, ég skal bara spila hann. En við erum Ok. komin hérna, Ásdís er ekki að ná jafn miklu út úr þessum lörkum núna. En víst við reyndar ekki lörk, hún bara endriði fyrir þau. hún bara var komin hérna á B-side. Bara ísköld, herru, ég fæ ekki það á middinu, ég skal bara koma endriði fyrir ykkur. Snowpool komin hérna með 1 kill og Gorilla neila með Peru. Treytið fyrir Snowpool. Bakmann svingur hann One úr enemy smokum heaven. remaining. Þá er Ímæna ein eftir. Hún er reynda bara í B-setinu. Smókuð off með lítið jút til að hjálpa sér hérna. 2 sjoktars og Recon eftir 9. 30 Það var hann á seconds left. early pickið hérna en Bagamura klárar þetta ránd. Snirtilegt ránd hjá þeim. Já, Og þetta er einmitt Last það sem round þeir in þurfa the að vera að half. gera til að vinna sér ránd. Er að þær þurfa að koma í veg fyrir spækin. nákvæmlega. Og hérna er coachinn hjá Venus að kóla tæmanda sitt í síðasta rándunum á þessum helmingi. En það er Fínt að nýta þessi timeout. Já, Mér langar að sjá fleiri timeouts. Maður á að nýta þetta. Sama hvort maður sé að vinna eða tapa, nota timeouts. akkurat. Þannig að töpaði round. Það er fínt timeout að kóla núna, bara svo er aðeins svona byrja að fókusa aftur og eru ekki að tapa þetta tempo sem það eru búin að vera að halda. Já, og núna er hérna þjálfarinn Axel búinn að vera að fylgja svolítið mikið með leiknum. Kannski er hann búinn að vera að hugsa eitthvað, kannski er þetta eitthvað fyrirfram ákveðið. Já, og Er- kannski líka er þetta eitthvað í Síðasta tengslu við Ætla pistol round í næsta. það líka. Það getur líka vel verið. En Við fáum að sjá það. við fáum að sjá það mitt. Snowpool er með ultið sitt og Sunny er líka, bæði bara Sara og Íma eru eitt báðir. ult úr, eða 1 kill. Við erum að fara að sjá hérna, annarkvorðir er að fara að taka orpin hérna á B. Já, sýnist Ásdís vera komin aftur. Við séum líklega að Emma gera það þar sem það eru með kaup og þessi Keep hnífar up. eru ekki það sterkir Já, hún fer aftur á alveg. fullbæi. Komin inn í kontakt upp bíð. Það er bara gekk á úmunina einn eftir, einar inn á bíðinu. Monster on the loose! Gekk kemur inn í gegn, mjög sterkt take á þessu seti og Það bara er að clear allt sæt. líka upp í. Það er bara komin upp í hefðin. Þóra er að fara í gennum smókin. Headshot. Þannig er Pikachu. Nær öðru. Nær Gorilla Vanilla hérna. Tekur samt er 30 HP. Bakamóra ennþá hérna heaven. Ástöðist með Snowpool hérna. Snowpool fær ekki nota alltaf þetta round. Og Bagamúr er ekki með skjöld hérna. Það er hvað? nei, Eða sjáum við það bara ekki. Þeir eru hvoruga með skjöld. Áttu þeir ekki pinn? Thrash isn't done with you! Gekkolti kemur hérna aftur í gegn og nær remaining. bæði fasta kjörus og Bakamóra. Ég er núna að velta þess aðeins fyrir mér. Erum við bara ekki að sjá skjöldin hjá þeim? Já, örgulega. Ég neita að trúa því að enginn hafi keypt skjöld í þessu rándi. Ég held að þetta sé bara Let them eitthvað try to eitthvað bug á, visual bug á skjánum. Ég er búinn að kála hinn og þennan bara hann við brotið skjöld. Já, Herri, ég er að fá einn upplýsingar til glitch í nýja patsi. Valorant alltaf með sín silly glitches í nýju patchum. Það kemur alltaf fyrir, alltaf eitthvað skrítið. Maður spyr sér hvernig kemst þetta í kóðan? Ég Hvað veit gerist? það ekki, ég er ekki þölunarfræðingur. Nei, ekki heldur reyndar. En þetta er eitthvað visual bug bara og Já, já. hefur engin áhrif á leikinn þannig að séð. Nei. Það er bara, Það eru með skjöld, en við sjáum hann ekki. við þurfum bara að ímynda okkur að nera hana. Nákvæmlega. Skjöldur er þess að 50 líf, fyrir þá sem við ekki. Eða 25. Eða 25. Þannig að fyrst að við fáum ekki þær upplýsingar á skjáin. Sýnist að velja fara í full mid-push. Þetta er áhugavert play. Eru búin að smóka bara bæði píkinn frá mid. drop in a Já. smoke.
En eru farin í slow up við. Sunny er tilbúin að taka á móti þeim en er tekinn. Það sér allar 5 manna. Úúúú. Dassaði bara út og þær, við komum með þessu. Þetta var bara frekar snirtilegt push upp mitt. Já. Lítið hól. Sara með þarna tvær á headshotið sama á tíma. Snowball. Strax orðið 3v3. Bara Sara með annan. Þetta fór frá 3v3 yfir í 2v3 núna. Hendur sér bara nær. Já. Næra. One enemy remaining. Pera með annan líka. Það er Pikachu hérna ein eftir með bombu en næri ekki að defensa þetta og hoppar hérna á mappinu. Þetta var 5v3 var 3v0. in theory og í byrjun þá var þetta mjög convincing play. Já. En svo bara voru eitthvað einn duel sem gera verkum að þær töpu eða þá kannski voru þær ekki nógu hraðar eða voru ekki að spila nógu mikið saman. Þær tóku hana hérna 2 fight. Snowball tók fight við hérna GT Já, og Fast and Curious tók fight við mitt með engar hjálp í staðis að hjálpa okkur öðrum að tóka fight við annan hvort nákvæmlega. sem varð svolítið til þess að þær fjalla á sama tíma og rándið var orðið allt í einu mikið jafnara og Communication, já, tala saman, segja 3, 2, 1, pík. geggjuð Pippi Rex byssa Já, geggjuð Charmander líka það er ekki alltaf það sem að sér svona sjarm. Þetta er einn og sjálfgæði verið, já, sjálfgefur er það ekki? Jú. með sjálfgefur hlutur Já. En Conirinn er bara í approach á móti Cypher. Spottar Pikachu. Spike planted. Hann er ekki alveg tengjur með hana. One enemy Pera remaining. klárar nær öðrum líka Klárar það hérna á Snowball. Pera bara á ghostinu nær 3 Já, hún kaupir aldrei í second. ég get ímyndað bara hún kaupa eitthvað stórt núna Já, bara vandal. stór peningur hana fyrir Flawless. kill sem að gerir þennan bónus sem þau eru að fara í mjög sterkan Já, flawless round hérna hjá já, bara beint í Venus. vandal og samt með 2K eftir 18-6-12. þetta er sko leikur Já, líka að vera toppfrag á controller er holy svag- moly bara holy moly. holy moly Það er rosalega flott. ekki repeated first time fyrir að taka þetta í núna Nei, þetta með 3 round það er true. Þetta var 3-9 curse half, þannig kannski gerast eitthvað. Já. Who og ég knows? er 2-1-2 setup Snowball strax bara tekið niður í 1 Já, bara Sara Mars- komin hana með Marcel tengir í body hún ætla bara aftur í CT hún er svona að hugsa hvað er það að gera með svona duelist mid hvað er ætlað að enda Spikeinn er að vísa á B Já, eru bara að fá eitthvað svona info, eru að spila það sem á hægt, eru í einmitt 2-1-2 default setup. lendu í Cypher setup á A í síðasta rándi sé það spurningin sem það er að færa sig fyrir á B Cypher er búinn að færa sig líka Líka. En, þetta er trippið djúpt þú byrjar að þú gæti lendi hún sér trippið saman tilbúin að skjóta það. Tripwire destroyed. ég veit ekki hvort hún horfir á Kitty hérna jú Ú, gott skot frá Pikachu bara Sara píka henni út úr heaven en Það tókar ætlar að aftur inn vill í. taka fætin á meðan hún er overheatuð. En Sjá. þær eru ennþá 2 af A. Já, Gorlin vinnilega er með 30 spike hérna seconds á B 30 sekundar eftir, þetta er stórt map, þannig rotations eru slow, Falla á sikkur og sætur. eru í smá bobba hvort að ætti að fara að Standing. en spikeið Spike down er B. niður á B. Þetta er búið round. Svolítið vondana að tapa á móti bónus. Já, Match point. þetta með flott setup, 2-1-2 setup, eru að fá info mitt hvar Cypher er, en eru samt að spila of lengi. Það er ekki að koma Right there. þessi Pera var call með 3 aftur sko. Já, nákvæmlega. Þessi calls, hei, Cypher er hérna, við grúpum hérna og förum á A. Eða við ætlum að vera 2 sem fara snitt upp mitt, eða eitthvað svolítið. Mér síndist, það var ekkert communication hana. Gekko var ennþá B, Gekko og Kló var ennþá B og svo var Omen og Sage ennþá A. En bara svona komin inn í pushið og Spike down B. Gorlun og Bakamora náum tveimurina, komið í 4v3. Þarna er þetta svolítið svona riski hann að taka
droppar hana seinni andalunum líka. Já. En þær eru allar búnar að róteta hérna yfir á B. Snowpool er bara komin inn á sætt til Já, að taka fætt. Bakamúra er bara farin. En Þær eru bara farnar að. það er bara farnar. Allir komnir yfir. Það er samt hættulegt Cypher-sett af þarna en það er ekkert kill sem kemur út af því að maður svo sé. Nú vona ég svo innilega að þær keyri inn á sætt. Já. Þær mega ekki taka langan tíma. Smókana Það er, gera það. Pikachu með mikilvægt pikkana. Fær overhealið sem er inn líka. Hún er mjög snögg að hlaupa meina það. nákvæmlega. Endir í trippin hana en Ásdís næri ekki að tengja. Það er veggur, það er ekki tengja þetta ekki. Ok, já. Mér fannst þetta eitthvað skrítið. Ég líka. Tók 0 damage og ég var að býta. Ásdís er bara ein. Einu eftir henni í 1v3. Fjörið sem bara var píkan og með hnífin úti. Ásli swingar hérna. Hiding. Paparotti veit nákvæmlega hvar Pikachu og Bakamura eru. Er með cage-ina. Heitu þær báðar hægra megin. Nýtir það ekki. Íbíði fer yfir. Bakamura með blind. One enemy Flott remaining. flott. Lítið tíma eftir. Tiltölulega þægilegt fyrir Bakamúrana. Hún verður að stíka. Close round. Já. Tæpara round en það hefði átt að vera. Nákvæmlega, en tíminn var ekki alveg að vinna með Áslis. Nei. Ég hefði svona, hvað er cage? Cage. Cage Spike og stikka. Já, ekki, ok, kannski ekki stikka, en hafa það og svo swinga út eða eitthvað Þú svoleiðis. verður að stikka hana, þú hefur ekki tíman. Í byrjun máttu hún hafa og Já, já. ná eitt, en þannig í lokin, jú, það hefði hún þurft að stikka. En við erum komin inn í 4-12, ennþá matchpoint hérna fyrir Venus. Spurning hvað höttur gerir hérna? Eru í bara eiginlega næstu full B-push þar sem það eru 5 saman, en bara þar að spotta Snowpool. Kemur gegnvöldinni í gegn. Það er samt enginn að spila beint inn á sæð. Botturinn að Sunny. Clearar ekkert backside, en líka þarf þess ekki. Ótrúlega gott út þannig að Hera og Barasara komin með 2 picks á Pikachu og Barasara komin líka annað með Fast Curious. Spike fyrir niður, en þær eru bara 2 eftir og Bakamura er smókuð off. Ótrúlega að taka mörg fætana. Bakamura bóttir baki á þeim. Run and gun. Það eru 10 mútið þeirra mér 2 bullets. Þetta er Tíminn. banda fyrir hana. Dartið Blandi kemur inn í gegn. Það er enginn næri að af tekja Spike. poppi. Og Pera komin lengra í byrstu og swingum bara. Hvað er Pera með mörg kills? Allt og mörg. Defenders Vá. win. 20 eitthvað hlýtur að vera. Þau voru orðin 20 og eitthvað eftir bara pistol, sko. Já. Seinni hálf. Við sjáum skorparina 24-7. Þetta er the Astra Carry. Þetta Ég er glöð að annað sjá þetta. svona, 3 first blood. þetta er annað svona gríðalegt individual brilliance. Líka bara, mér finnst Astra vera bara, in my opinion, besti controllerinn á þessu mappi. Já. Secondary kannski Omen, hann er svona í annarsæti. En svo, ég meina, Omen er alltaf góður. Hann er eitthvað mapp þar sem Omen er lélegur á? Nei. Mun verða eitthvað mapp sem Omen verður lélegur á. Nei. Ekki þangar þau breyta Omen. En samt haldaði bara áfram að nerfa Viper. Það má. Það má. Ég vil samt sjá einhverja breytingu með þessa kúlu smókura, sko. Það er alltaf bara, heyrðu, við getum bara að fara Omen hérna. Förum bara Omen hérna. Omen er reyndar vel overpowered. Já. Hann er með hæsta Er- pickratið í pro-rate. Já, hann er svona eins og Cypher og Killjoy, hann er bara með perfect kit sem Já. gera verkum að bara af hverju myndið maður að fara eitthvað annan. Nema út með eitthvað svona ákveðin strat eða Já. svoleiðis. Og ég meina Astra er góð á þessu mappi út af því að Biss er svo fáránlega stórt mapp. Já. Það er af hverju ég sagði ég væri til að sjá Sura á Neon að því Neon er alveg góð á þessu mappi, hún hleypur bara og nær góðum rotations þar sem tekur alltaf langan tíma að rotata á þessu mappi. Já. Þetta mapp er ógeðslega slow einhvern veginn. Það er, Slow og fast á saman tíma. já. Þetta er svona,
það var svona Liggur liðin við- sem spila hratt spila það ógeðslega hratt Já. en ef liðin sem að eru ekki 100% viss að hvað þau ætla að gera spila það ógeðslega hægt við sáum ógeðslega mörg randana fara niður í það voru bara 30, 20, 10 sekundur eftir þegar spækin var að fara niður Já. Og kannski er þetta svolítið eins og Pearl þar sem þú ert að spila postplant. Ég er samt, það er örgulega meira þannig á B-inu. já, Minnst B vera miklu meira postplant site, svolítið eins og Pearl. Ég meina B-site og Pearl er bara, af hverju spila hann á site, þú getur spilað postplant. En Já. A finnst mér aðeins meira, þú getur tekið control city, þú getur tekið control heaven, maður getur fundur á minnskast meira. Mér líst betur á A-site á minnskasti. Ég mér finnst þetta finnst B-site vera umurlegt. mér finnst samt líka bara þetta aðsætt vera svo ógeðslega asnalegt þegar þú horfir á það frá hinni hliðinni þegar þú horfir á það sem defender það er svo fáránlegt Já. það er svo asnalegt að setja sig upp á þessu mappi þú veist, þú verður að spila centerlinna að þú veist Já. og Cypher. Sova er svo preferably. vinsæll á þessu mappi að það er bara eitt gott sjoktart og þú er búin að eyðileggja Cypher sett og byggð Nákvæmlega. þá er eitthvað svona hvernig ætlar að halda þessu Er þetta ekki bara svo svolítið eins og þú veist, sunset leikur við, þú veist, þú ert alltaf að sjá Cypher sofa, Cypher sofa, Cypher Já. sofa af því þú ert alltaf á móti Cypher sofa þannig að og að byssi mér finnst til þess að halda B-sætið þú þarft að geta skotið í gegnum smokes að því af hverju það er umurlegt að spila hann á sæt Já. það er umurlegt, það er ekki hægt þú spila hann hvort að þetta ledge sem ég man ekki Nei. hvað heitir já, library eða eitthvað ég, ég man ekki hvað það heitir en já þetta er já áhugaverst ég er, líka þetta fáránlega hérna þú veist hversu ef þú vilt halda crossfire sinna á þessu sæti það er bara ekki hægt það er bara það er eitthvað hvað Ég er eitthvað á svona maður að vera svona og þú bara eitthvað þetta er ekkert crossfire ekkert hægt það er alltaf eitthvað isolated sem fight nákvæmlega heaven er eitthvað upp við veggin og þú þarfst að vera undið og hægri og eitthvað já, og þá ertu ekki að halda crossfire við sétið lengur Einmitt. og getur reyndar farið upp minnst eitt, þú stendur upp á kassan og þú bara opið frá öllum átt ég veit að ég verður fyrir að segja það, minnst eitt ákveðlega flott að þú getur farið mitt ofan á báða kassana bæði á A og B en ég sé það miklu oftar á A þar sem þú veist, þú getur bara að hoppa ofan á kassan píka CT, fengi fyrir kill ef heaven er smókt já, meðan B það er svo auðvelt að swinga út úr smóknum á píka Raptors það er bara, það er ekki hægt nei herru, við ætlum að taka stuttar auglýsingar og smá pásu síðan komum við aftur með þriðja leik Clutch gegn Gold Diggers
Góða kvöldi, velkomin aftur. Við erum að fara inn í þriðja leik. Clutch gegn Gold Diggers. Já. Spennu, síðasta leikurinn. Já. Síðasti Clutch-leikur sem við sáum í síðustu viku. Það var á móti Garðin Grýlunar. Já, Það var smá sárt. það var rosalega góður leikur hjá þeim. Já, Og Gold Diggers töpuðu gegn Hött eftir að vísu mjög góðan fyrra hálfleik á Bænd. En já, og Clutch spiluðu Ascent já. sem að við þekkjum frá fyrri deildum að er besta mappið þeirra. Já, spiluðu þess Hefur verið besta mappið þeirra. hefur verið besta mappið. En það var samt með basic teamkampið sem þær voru ekki að spila. Ég var rosalega ánægð að sjá það. Já, Þær voru ekki að spila þetta, hvað er það? Sova, KO, Omen. Jet, Killjoy. Já, þú veist, Boring. boring. Þannig, já, ég það var mjög spilaði spennt að eitthvað sjá. mjög kreatív. Já, Það var Viper, ISO, Viper, Clove, Gekko var það ekki? Og, jú, og veitu, þeir voru með Sækert. annan dúli. Þeir voru með Jet líka. Og double duelist, double controller. af hverju Þær man ég. voru- Þetta var svo Þær skrítið voru kom. ekki með controller. Þær byrjuði að takka og þær spiluðu ekki controller. Já, já, nei, þetta var Þetta var mjög skrautlegt. mjög skrýtlegt, en En hvaða mapp heldur við séum að fara að sjá núna? ekki Ascent. Nei. Burt með Ascent. Bind. Heldur við sjáum Bænd aftur? Já. Ég ætla að spá Haven. Haven. Já. Já. Ég var ekki spennt að sjá Haven. Ég má ekki spá Bænd aftur. Ég er búinn að spá í tussin nú þegar. Já, ok, tjú, bind. Það var svolítið mikið. Ég held að við spilum Það Bænd er í upp úr kvöld. smáfið þitt, bind. Ég held að við spilum Bænd í kvöld. Og Já. ég held að við spilum það aftur í kvöld. Já, Nei, ég ætla ekki vera það boring. já, ég á minnst að segja bind. Já, þú mátt segja Bænd aftur. Þú Eða ert ekki búinn að segja nei. Sunset. Já. Ég meina, við fengum algjörlega out of left field Abyss. Ég veit það, bara, what? Útlaka mann. Ég held mér myndi ekki sjá það fyrir henni í best of 3 fight. Nei, að ég kom svona bjóst við því að þetta er að þetta eru bæðilið bannað 3 möpp. Ég kom bjóst aldrei við því að Abyss kæmist í gegn. Já, þetta er líka svona, Það væri alltaf eitthvað svona, hvað ég var að banna núna? Ef ekki bara bannað Abyss. já, þetta er svona nýtt map, þess við erum ekki búin að æfa það, við veitum ekki hvað við erum. Kannski eru lið búin að æfa það núna. Já, það er á, Ég sá, Það er eitt sem ég ég sá gerði. endurinn hjá Söru. já, true. Það er eitt Þetta sem var er- ekki, þetta já. var ekki on the fly. Nei, nema eitt. Já, sjálfsögðu býrðu til eitthvað í miðjuleik alltaf. Já, En það er það er alltaf, þú getur alveg séð þegar eitthvað er eftir, sko. já, svo er líka, Endrið hennar á B var upp á. já, alveg, það var mjög flott. Það er ekkert auðvelt að gera þetta bara On the fly, án nei, þess að nei, prófa það. alls ekki, alls ekki. Hún náði þið bara í fyrstu tilraunan í Pistols. Minnst reyndar, minnst eitt líka skemmtilegt með svona nýjum upp og þegar maður er að keppa. Af hverju ekki bara æfa það map sérstaklega vel? Bara svona að því ef maður er til dæmis á móti, sem til dæmis Clutch, Já. hún er að æfa þessi gömul map ógeðslega mikið. Ascent, Örgli Bind og Haven ger ég ráð fyrir líka. En svo kemur bara Abyss, þá bara getur þau átt í rauninni meiri sens ef þú ert að sérstaklega æfa nýja mappið, koma Já. með eitthvað skrítin strött og þá bara, það eru allir rosalega uncomfortable með því að spila eitthvað nýja mapp. Ég er mannskið sem gerir það play fyrir Sunset. Ég gerði þetta líka, ég er náttúrulega þjálfari líka, gerði þetta fyrir Sunset með millið. Já, Við mættum á mót, ungmennamót, ég er með grunnskólalið. Já. Mættum á mót, spilaðum í úrslitum, tókum fyrsta leik Lotus, annan leik Sunset. Lotus-leikurinn fór í overtime, lið sem voru mjög jöfn, en síðan voru þeir mjög sjáanlega, fannst þeim óþægilegt að spila Sunset. Við unnum þann leik 13-2 Nákvæmlega. á móti lið sem gat farið í overtime gegn okkur. Já. Og þú veist, Það þannig að munar, og þeir voru eitthvað, við þurfum ekkert að banna Sunset, þeir eru ekki að fara að velja það. Nei. Það var svolítið hugsunin hjá þeim. Já. Og það er kannski hugsunin sem bæði lið voru með hérna, bara eitthvað leiðum bara að byssa frá því enda
það er ekkert að fara að vera valið. Nei. Og síðan svo bara hittið er bara ok, erum við að fara að velja á milli að Abyss eða Sent? Nei, ég vil ekki spila með þessu lið á Sent. Nei, Þá nákvæmlega. eru bæði liðin bara eitthvað, erum við að fara í Abyss? Já. Það geti alveg hafa gest, sko. Kannski var hvort liðið búin að æfita ykkur viti. Já. Og þetta var eitthvað bara svona, þú veist, lesser of two evil fyrir þá sem áttu last pick. Þetta er líka það nýtt mapp líka við að maður ennþá ekki klára þessi svona mini callouts Já. eins og maður geti Já, eins og bara þegar við vorum að reyna að segja eitthvað, Já, bara, bara, þú veist, hvað heitir þetta aftur? það er það er öll þessi svona mini callouts sem koma út eins og að Sabrosa. Þú veist, Nú veit ég ekkert hvað það er, sko. þú veist, ok. Ég hef aldrei heyrt, ég veit hvað Sub Rosa er, ég veit hvað það er, ég veit hvað Rosa er. Já, þetta er svona mini callouts sem koma út þegar mappið er búið að vera lengi í competitive poolinu, að það bara komið lítið callouts fyrir það. Já. Já. Bara, ok, eins og Flowers á Split. Veist, Já, jú. þú veist það. Ég veit alveg hvað Já, Flowers og Spil lit er, jú. Þú veist, það er ekki callout sem er á mappinu. Nei. Það er mini callout. Og það tekur alveg tíma að læra svoleiðis. Þannig þegar maður er komin á nýtt mapp og er bara, ok, hvað heitir þessi lítill staður sem er þannig séð partur af B-main, en Nú verði ég að fá að vita hvað Sub Rosa er. Ég hef aldrei heyrst þetta á þér. þetta er á að Þetta brengla dæmi hjá þér. eina ástæður okkur við veit þetta er út af því það var hakkar með mér í liði, nei ekki á móti mér, Já. og það kom cheater detected og match terminated og ég bara ha, en þá apparently hafa hann, þú veist, hann tökkaði í Sabrosa, ég skal útskýra hvað það er, top mid, það er Þetta svona bak við kassan? Nei, þetta er, þú top mid Okay. og svo undir í tökk horninu, það sem þau getur ekki What? það er Sabrosa og það var einhvern í chati sem sagði, já, hann töklaði þegar hann var í Sabrosa og ég bara eitthvað, hvað er Sabrosa? What? Já, þannig já, það er Sabrosa. Ég mæla svolítið ekki með því að nota það í rangt. Ég neita að trúa því að þetta sé eitthvað actual callout sem fólk notar. Þetta var eitthvað inside joke hjá þessum manni, sko. Nei, það eru alveg margir sem vita, held ég. Á mér sko svo herra leveli, en Er þetta hvaðan Sub Rosa... Ég þekki Sub Rosa sem að Ég held viffa að- reysulti, sko. Rósóld, nei, ég held að þetta hafi verið einhvers konar play sem hann gerði á þessum stað og þá bara, Ætli Sub Rosa reysultið hafi verið þannig? kannski, Fyrir þá sem vita ekki, þá er Sub Rosa atvinnumæður frá Bandaríkjunum já, sem að var mjög frægur á tímapunkti fyrir því að spila reis en tengja aldrei ulti sín í fólk og þá var það kallað Rosa ult já, að þegar þú viffaði reisulti. En ég var að fá upplýkarinn að þetta er ekki það, heldur náðan Ace. á þessum stað, á að send. Já, Þannig já, Sabrosa, ok. Þetta hefur verið Ég myndi svo- eitthvað hetjustafsending fyrir hann. já, Skýrt eftir hann fyrir það að ná reis ult Ace. já, nei, Ekki staðurinn sem hann viffaði ulti, heldur, já, ok, ekki Reysóld, það var brum. var það brimult? Já, þá, Eða var það ult? Var Ok. það ult yfir höfuð? Skiptið það máli? ok, ég er, Hann fekk Ace hana. hann fekk ace, já, ok. Hann fekk Ace hana. Hann Það var fékk- ekki ult. Ekki ult, nei. Ok, en já, það er alltaf... Brum með ace í, ok, áhugavert. Ja, En já, Sabrosa, ekki nota ég rangt samt. nei, ég er búinn að gleyma þess að ég opna leikinn næst. Örgulega. Ég er aldrei að fara að nota Það er öll þessi mini-college sem ég heyra af og til og ég bara, hvað ertu að tala um? Þetta er eins og þegar ég spilaði CS með vinum mínum og hann sagði gæi Keflavík og ég bara, hæ? Það var hún í ykkur ræsi? Ég spyrir sem alltaf að breyta college já, það er- yfir á íslensku og minnst það svo fyndið. En, hvað segði ég? Klats sem sagt eru að fara að spila, Klats Gold Diggers eru að fara að spila á Sunset og Gold Diggers pekkuðu Defense. Sunset. Ok, ég sagði hvað, Bind eða Sunset? Já. Ok, áhugavert. En Klats, Ég sagði nefnilega heifin að Sunset líka, sko. já ok, nei. Það, ok. Síðan sagði ég líka áðan, sko, Bind eða Abyss. Þú heyrði það bara ekki. Já, ég heyrði það ekki. En ég sagði Bind fyrir fyrsta mapp. Þannig Já, að það já, var svolítið rétt. Já. En á mér sko að segja, Klats á Sunset.
Ég hreinlega man ekki. Vice. Við erum að sjá Vice. Aha. Já. Já. Þú veist. 100%. Ok. Ég veit að sú Yfir Cypher? Já, sú sem spilar Vice Það er mest í liðinu er Bat. Ok. Og ég var ekkert tímann að tala við hann um daginn og ég bara eitthvað, að því ég er búin að vera að æfa mig á Vice, að því, ég veit ekki, mér finnst bara skemmtilegt að prófa sér inn í Sentinels-leiknum og já, spurði hana, hvað finnst þið vera svona bestu möppin fyrir Vice? Og mér minnur hún að hafa sagt einmitt Sunset, Abyss og kannski Bind, ég man það ekki, en á minn sko sé, því ég verið að stokkana þá er hún alltaf góð á Sunset. Ok. So, Ég hef bara spilað Vice á Sunset. minn svo mjög góð á Sunset, minn svo, Fýll leikur hjá mér. já, minn svo betri en Deadlock á Sunset leikur við. Mér finnst En, Deadlock ekki sérstök á Sunset. Nei. Persónulega. nei, minn svo rosalega leiðileg á Sunset. Mér finnst bara líka, það er svo ógeðslega erfitt að vera betri en Cypher á sem mappi. Það er ógeðslega erfitt að vera betri en Cypher, punktur. Já. Hvenær kemur Sentinels? Við erum 100% að fara að sjá Emmu hérna á Cypher aftur. Hún spilaði Cypher á Bind í síðustu viku. Já, Emsu, segi ég. Hún er örugglega að fara að Cypher aftur núna. En við ekki að fara yfir line-upin hjá báðum liðum. já, Hérna hjá Clutch. Við erum að fara að sjá Kate, Delulu, Lullified, Waffly og Bat. Sama line-up var í síðustu viku. já, alveg rétt. En aftur á móti hjá Gold Diggers er það Horizon, Voe Diva, Emsa, Plub Kingwin sem ég er örugglega að fara að klúðra svona 4 sinnum í þessu leik líka. Plub Kingwin, já. Og ekki lengur neyðasöp hjá þeim. Mhm. Þeir eru núna mentors komin inn í liðið eins og það á að vera. Já. Þannig að það verður. Geggjað. Við Það fórum að sjá actual Gold Diggers liði núna. Já. Já, eins og ég segi, við erum örugglega að fara að sjá Emsu pikka Cypherinn hérna. Ég eiginlega lofa því. já, Þú ætlar að lofa Bat pikki Vice? ég ætla að lofa Vice. Ég ætla að lofa Vice. I'm calling it. Stór orð, stór orð. I'm betting on it. Joke, ég er ekki, nei. Það er hérna, já, Gekko eða Breach. Já, Minnst Breach fárálega góður á Sunset. Eiginlega bara must pick líka Já. við. Ok, ekki, minnst Breach En þú ekki veist- vera þannig sér góður flashinni sétur hann í svona must pick nei, en ég myndi segja Gekko og Breach séu annarkvort þeirra. annarkvort þeirra. En þú getur gert Og svo mikið með Breach Sova kannski er- náttúrulega. Sova er nöðsynlegur. Sérstaklega, þú veist, Það er eins og við ef tölum þú með. veist að fara að spila á móti Cypher. Já, þetta er eins og við tölum með áðan. Þetta er bara Sova, Cypher. Þannig, En já. þú heldur að Clutch séu ekki að fara að velja Cypher hérna? I don't think so. En við fáum að sjá það núna. Liðin eru tilbúin og við fáum kannski bara að sjá hvort okkar hefur rétt fyrir sér, hvort við höfum bæði rétt fyrir okkur. Ok, við erum komið með Kate-ina á Clove, Delulu á Gekko, Batterina þá að Hafara og Lullified á Sky, Waffly á Jet. Það er enginn búinn að peka hérna hjá Gold Diggers en eitthvað verið að íhuga ISO, mjögulega? Bat er hann að hafa Safe. ekki Vice. Ekki Vice. Mér er svo last pick, bara svona á síðustu 10 sekundum bara, boom, Vice. En ef að það verður ekki valinn neitt hérna, þær er ekki að fara að brjóta neitt Cypher-trippina. Það er enginn í þeirra kompi sem er að fara að brjóta Cypher-tripp. Nei. Maður þarf svolítið að nýta sér Skyhundin til þess. Skyhund og entry Já, þar sem Cypher trips eru ekki lengur breakable með util nema damage util. já. Þetta er mynd önnur ástæða fyrir mér finnst Breach vera góður á þessum mappi og er út af því að hann getur brotið trips. Þú getur sleppt því að vinna með Sova ef þú ert með Breach. Áhugavert komplinni á Gold Diggers eru með Flex Duelist sem main duelist þar sem Club Penguin er hann á ISO. Ég man samt eftir Club Penguin á ISO síðasta sísón. Chamber? Chamber! Ok. Ekki Vice. Því miður. You're wrong. Því miður. Herðu. En Ok, hérna- Chamber samt er crazy á sem að við.
En við vonum að sjá hérna eitt. Hvorugt liðið er með damage shield til að brjóta Cypher Trip en Clutch er ekki að fara að refsa fyrir það. Já. Það verður bara þetta Chamber Trip sem er talsvert minna hættulegt. Já. Að vísu er Að Chamber vísu. Tripið rosalega stórt að því að það Gold Digger er að spila Flex Duelist sem main Duelist. Þær eru ekki með neitt dive. Já. Þannig þetta Chamber Trip er að fara að slóa entrinni rókslega mikið. En engan veginn jafn sterkt. Enga veginn jafn sterkt. Líka það util hjá Sky, ekki að voða í við, þarf að vera sérstaklega gott að því ég veit að Chamber á þessu mappi er rosalega mikið að leita eftir kills í tíkistöðum, til dæmis mid og er síðan með TP-ið í market. Þeir eru nýbúin að auka hérna lengdina. Alveg rétt, Kortinu hans, ég hann er fékk- ný komið buff. Hann fekk buff á sama tíma og Astra. Það er smá hættulegt. Ég hef séð fólk tala að við erum hægt og rólega að sigla inn í Chamber daginn áttur. Æjæjæj. En Ég- þú verður að koma í splittinu B. Cloaking verður með... Off pick. Woo! Það er líka einu skotan á Waffly. Waffly tekur aðeins meira hana. Kate samt með pikið á Ræsson. Batna er ekki alveg tenginu að tapar hana svolítið mörg kreds á skotin. Hann er ekki tengingun en er ekki resta fyrir það út af Spike þessu planted. Chamber tíki. Nákvæmlega. Tapkengur með Tvö. trippulina og er komið með shield. Píkar um Lulu og næst Þrjá. er þetta 5. eysið þina. Er Hún þið veit búin? það. Nei! Það er tekið. Það er tekið. En samt, það er betra að tryggja randið hann heldur en að deyja Það er skildin satt. eftir í 1v1. Það er satt. Það er auðvitað kólið. Það er auðvitað kólið. Þær voru reynda bara 2 eftir, þannig að En hún var samt á hausnum hún var hennar samt á og hausnum. skauð þegar hún dó. Já. En rosalega flott round hjá Plákenguinn. Já, Bara, og einmitt, fekk ISO shield píkaði. Bara eins og aftur að spila ISO. Við Mér finnst líka- það flott. við erum ekki að fara að sjá einsleik hjá Clutch núna. Við sáum strax búið að segja nei við því. Strax búið að neita þeim öðru 13-0 leik. Nákvæmlega. Og það er spurning bara hvernig Clutch spilar ígóið. Hvernig muna þær haldið sem momentumi? Loka hurðinni hérna en heyra mörg steps á middinu og Kate ætlar bara að hlaupa upp top mid, komin inn í smókin. Ræsson resmókar, Flassi kemur út. Sýnast að koma inn í push upp B. Eru 4 saman en Horizon með util í hendinni. Hinn er Plákenguinn. Penguin, Komið okkar önnur upp. Með samt lollufætt áður en fellur og þetta er bara frekar snirtilegt ránd miðað við hvað er komið margar í þær. Já. Það ná að neita þessu hérna 5-mann flanki ógeðslega vel. Nákvæmlega. Þetta er, Plákenguinn með 6 eftir 2 umferðir og hún er bara komin út. hún er bara komin á allt. Vá, bara round 3 komið á allt, það er klikkað. Núna svolítið verða þær að gefa henni stóra byssu Já. og leyfa henni að eyðileggja hérna rándið er eitthvað veginn. Poppu sem æs og skjöld, taka þetta fight, jújú, þú ert kannski með aðeins mínu byssu en þú ert með hennar skjöld sem er bara fáralegur og þú ert alltaf með fótskotið í súlti. Nákvæmlega. Keon-hífurinn hérna sér Bat, nær ekki að taka eftir löllufætt líka, Komin- eftir Lulu segi ég. Já. Komin í frekar mikið 2-1-2 setup. Eru samt með Kateinn á middinu. Smá hættulegt að vera með kontrollerina á aggro peak en kannski er það bara playið. Sýnist KO vera bara hérna inn á A-side. Klófa vísu eini agentinn sem getur notað utility eftir hann deyr, en ef hún deyr þarna, þá fær hún mjög lítið not úr því. Nákvæmlega. Því það styttist á radíusin hennar, Here. en það er virðast alltaf línað 2-2, spækin er samt hjá A og kemur annar hnífur hana, er skotinn. Fá smá info. Vissu nú þegar af chamber hana, þannig að þær eru kannski ekki að fá neitt mikið nýtt. Það eru 40 sekundurina eftir. Eru kannski að spila þetta bónus Æmsa vill píka frekar hana hægt. Bat samt komin með first 30 blood. seconds left. og Ræsson sér Keitan á middinu og við erum bara að sjá allar 5 færa sig yfir á A-ið frá báðum liðum. Cypher hérna inn á side. Cypher að hægja þeim nógu mikið til þess að fá liðið sitt eftir. Nær einum. Nær einum. Nær ekki að stöða plantið samt til Lulu nær treytinu.
eiga sæt, þær eru 3 hana aftarlega bara með minni byssur, 2 þeirra bakka samt í main. 17 sekundur í smoke hjá Horizon. Það var komið með shield en það rennur út. Kemur hérna Og þetta er með pick. Let's get. með 5 en Horizon með 1 pickina á Ghost en Kate klárar það með triple. Samt. Erfitt bónusrán. Now we start a winning. Já. Þetta var block play myndi ég segja upp á defaultið, fá 1 pick og svo bara instantly rotata yfir á æð. Já. En það voru svona 35 sekundur eftir og þetta var ekki þannig sé tæft en hefði það verið kannski aðeins meira delay með Cypher Trips þá hefði þetta verið miklu erfiðar að push inn á asset. Já, og það hefði verið líka svolítið hættulegt ef að Cypher Trippin hefði verið hana fyrir þær af því að það hefði bara getað eyðilagt randið í heild sinni, sko. Nákvæmlega. Og þær tóku svolítið gambúlana sem borgaði sig samt. Já. Sýnist það að vera að bíða eftir keonímnum en mjög þolinmóðin að Emsa veit betur. Já. Sjáman kannski kom inn eftir smástund, bakkar hana upp ramp. Ívan kemur inn núna. Það kemur þetta. Bottar allar 5. En Waffle komur að peka Gott, gott. Emsa með flott píkina á bak. Móki kemur niður og þær þora ekki að píka lengra. En Waffle er komin djúpt inn í elbow, sér inn í CT. Er smókuð. Komið í 4v4. Horizon heldur þessu smók. Waffle inn með endrið inn á side og Spike carrier is killed. Bloodbath veit og Emsa með fighter annan í gegnum smók. Spikeinn liggur í main. Waffle er komin nálægt þarna. Fær infoan ótrúinu. Flott pill. Emsa með treytið. 3 hjá Emsu. Ótrúlega gott rán. mjög flott round. Það var það 3-1 fyrir Goldeggers. Club Penguin er hérna 8-3 og Kate líka. Svolítið uneven scoreboardinu hjá Clutch. Já, Líka svo sem hjá Goldeggers. En en það er nú bara 4 sjá round mína sko. Emsu fara af. Ég benti ekki á þetta. Emsu er farin af sæfinum og playerinn sem Já. vattaði hjá þeim síðast tekur hann í stæðin. Það er kannski Emsa sem var að spila svolítið off-roll síðustu viku. Það getur Kannski vel hafði verið áhrif á frammistöðuna þeirra gegn Hetti. Því að mér finnst við vera að horfa á allt annað lið hérna. bara, ég er mjög samlega því. En núna er Clutch á low-buy og sem þýðir að þær fara kannski hérna aftur í Neita algjörlega. Another one! Another one! Ó! Er það komið í kvadra? Lekkur alveg á pussinu en upp mitt. Já. Gefið þeim ekkert. Er ekki nú konfirmað með pushið en er tilbúin í það. En Nei, en Lullafight og Delulu eru með hérna reglulegt high-low. poppar ISO skildinu hérna. Ætlar ekki út. Fær kannski flass með því. Er blændu, hún nær báðum. Kláfkengun klárar þetta. Sniðut hann að pussi ekki einn, fá flassið fyrst. Af því að lentu báður í flassinu. Nákvæmlega. En, má benda á það. Ég veit ekki hversu samanlega ég er með Clutchbet Colin að timeout. Fínt og því maður langar að mennsina síðasta playið. Það er kontaktið upp hérna middið. Það er eiginlega alltaf einhvern að horfa á þetta cross. Já. Þú ert á eco. Þær gerðu þetta á round 2. Líka í eco. Þannig af hverju ekki bara kasta hérna Gecko Blend? Eða af hverju eru þeir að kontakta upp á stað þar sem þetta er svo eitthvað veginn threatening? Já. Frekar bara Það- einmitt að smóka hinum meginn, blænda og bara rusha eins og þær gerðu eða þá smóka hinum meginn og rusha yfir á A. Breyta aðeins til að því þarna virkaði ekki. Þær píkaði inn á móti einum, voru með ekki neitt jú til, voru hvort sem er í disadvantage þar sem þær voru á eco. Já. En mjög flott skot hjá Horizon. Kannski bendur samt líka á það að töluðum það í síðustu viku að Clutch væri kæmi inn sem favorite sem núverandi kvennameistarar. Nákvæmlega. Og Goldeggers eru alveg sína Og að þessu. Goldeggers er lið sem var samsett úr randoms, eða bara úr einstaklingum bara fyrir 8 mánuðum, hefði aldrei spilað saman. Og þetta er bara allt annað lið sem við erum að sjá. Allt
annað lið og eru alveg standa sig á móti. Og það er kannski var það svolítið issueð hjá hana með þessu kontaktu milli að þær ekki að sýna þeim virðinguna Nei, og það þarf að breytast. það þarf Því að þær að hitta þessu hausa. Og þú verður að taka þér af þessum angles eitthvað í öðruvís en að bara Hann er bara að reyna að laupa í það blind. Já, nákvæmlega. Komnar í eitthvað splitt B-púsina þar sem Já, Clutch Cypher-drippið er hana og þær ekki meina til að brjóta það en þær eru komið með markið. Void Void var flott skot, Shrimpy Pimples annar. Delulu og Hjartað er lág. Planted. Kate komin inn í oltinu. Últið kemur frá Kate og hún verður að íta eitthvað upp núna. Hún þær vita að þær megi ekki fæta og hún hefur eiginlega engan tíma. Hún Eru er ekki bundur, að fær engan tíma fyrir þetta. Batt finnur á sér að það sé eitthvað mitt og þetta er komið í 3v3. Void var með Batt í markið. Þær eru báðar bara hérna á sæð. Horizon með báða! What? Horizon er að hitta þessu, vá! Þetta var vel spilað round hérna á Gold Diggers. Vá! Þetta var einhvern veginn, bjóst ekki við þessu. Nei, Þetta var einmitt mjög convincing play hjá Clutch að taka split B-push, en þá einmitt eru þær líka við að tapa bara í aim-duels. já. Eru bara ekki tilbúnar í að vera one-tapped og deyja. Það er á að, Læna vísu svolítið upp hana. já, það er satt. En En vel spila round. Spurning hvað, Kengum komið 4. er kannski smá sjokk fyrir Clutch að lenda í þessu og það er Já, spurning hvað þeir gera núna. Eru á Ego, Chamberina með 8 bullets. þær hafa ekki átt marga erfiða leiki gegn öðrum liðum en Jötun og Kröflu. Já, Þannig að þetta er kannski svolítið sjokk fyrir Clutch að sjá núna að keppnin sem þeir eru að spila á móti er ekki djók. nei. Það Kengum nær Nei, einmitt fyrsta, first blood. Emsta með fínt dæmis á middin en fellur. Spike kemur niður, Kengum næri ekki alveg að stöðva og þær eru með postplantana frá main, 2 að koma markið, Waffly dassar inn. Void yfir Lolly fær hættulega með- í markið. Nær hún aftur killunum á Waffly. Waffly ekki alveg nóg confident með píkið hérna. Nei, og Löllufight allt og lág. Ætla bara að halda hérna. Gott skot. Klerar ekki Waffly Give me a mid. corpse. Og Shrimply Pibbles er einmitt með lítill tíma eftir. Setur upp æsaveginn inn á. Reynir bara að fara í stykki. Næra hafa. Kate er hérna eina eftir í 1v2 situation en Nú þarf bara önnur þeirra að fara á spækinn. One enemy remaining. nei, hún náði ekki stikka. Oh my Þarna þurfti Klóvulti að koma strax. god. En þetta var hættulega tæft. fyrir Þetta var hættulega tækt. Hefði Shrimply Pibbles stikkað hana þá hefði hún unnið. Já, Af því Kate var ekki með skot, þurfti að breyta í Classic en hún var þá, það er með smá ákveðið leið þar. og það var búið að hefa. Þetta var hættulegt round. En ég er sammála, Klóvolti hefði þetta komið í gegn stóla aðeins lengra. Instantly bara Instantly. í Klóvult, úr Klóvultinu, taka bara fight instantly. Mér er alveg saman þú í day, þú ætla bara að stikka. Nákvæmlega. Vó, hvað þetta var tæft round. En þessar umferði hjá Gold Diggers, Eru svakalega convincing. Clutch er bara að vinna einhver gamble svona á móti bónus og bara rétt svo að falla allar á spike detonation og eitthvað. Nákvæmlega. Ég held að enginn sá fyrir sér að þessi leikur væri að fara að byrja svona. Alls ekki. Spurning bara hvort að halda áfram svona. Show me a target. Klákengin Popperinn að Shield er kannski tilbúin í að taka fight. Emsa vill píka mitt hana, þær eru 2, Shield borðar. Löllufight. Kengin píkur út. Emsa satt með trade og Löllufight er bara 1. Prífæri næri næstu. Void er með 2 Lú þær. og Kate. Batt satt með tradeið tilbaka á 2 og þetta er bara komið í 2v2. Batt í 50 og Löllufight á 1. Hún má fá infóð á það báðar. Vakalega low. Sér þær báðar og þær smóka þær út. Löllufight Popperinn að Skyholt Og Batt ætlar að hlaupa í baki á þeim. En svo er komin hérna bómið næru Emsta ekki er bara alveg spreyðan í gegn. Emsta er bara að stikka. Þá er sjötta náttúrulega komið hérna fyrir Gold Diggers. Hún bara stikkar þetta. Löllufight nær hins vegar að taka byssuna af Emsu en ég held að það skiptir ekki Það máli. skiptir ekki Peningurinn máli. er svo góður hjá
Það er reyndar ekki alveg, hann þarf að fá smá request hérna. Það er að fá request, en Betri en hjá Klöts, þær eru í líklegast taka inn að halfbæ. það eru bara að fara held í þriðja ígóð sitt. Já, það er reyndar að fara í, í halfbæina. Það er eiga Chamber ult og eina byssu, þannig að þetta er ekki vonlaust. En með hvernig þessi leikur eru að spilast núna, þá er ekki góðan séns með minni byssur. You want to play? Let's play. Bara hana Chamber ultinu. Hættulegt Ífinn spottar að ekki píka neitt. Kasta hana miklu fyrir núna en hefur. Horizon veit að hún á að geta verið píka mitt, heldur bara mjög aftarlega. Þær eru þolinmóðar, þær eru ekki að spila upp í hendunar á klötsina. Klöts samt að ná að kontakta svolítið langt upp aðeins hérna, þar sem hann Keon hefur spottað ekki neitt. Safety Pibbles er að fara að píka hana, nær ekki að tengja. Spurning hvort að Keoni verður neyri mitt 10 sekundur eftir. Þær vilja fara inn á Murla í burtu. Kate tekur orb og spurning hvort það sé að leita bara að Plöpp Kvengvin ætla að fara mitt í hana. píkar hún. Nær ekki alveg tekur hana rétt svo. Plöppkurinn í swingur og dreipur Waffle inn á bottom mid. Tegur henn út ulti sitt. Ætla hún alltaf. Please. No distraction. Já! Batt er ekki með neina Hún er ekki með neina Hún missir hann oppa núna. En, ok, Smá stressið hana, stress hana. en And that's En- the end. damage stikkar ekki gegn. Allt damage sem hún tekur inn í ultinu, 30 það helst seconds ekki. Þannig að það skiptir engu, þú þarf bara að vinna fætið. Nákvæmlega, flott oltinni á plöppkurinn. Ekki vera hrædd. Þótt Flott- að þetta sé við Flott íkó ult bara. líka hjá Void, sko, að fá info hérna, vera ekki hrædd við að nota ultið. Löllufight með pick á middinu, One enemy Void remaining. með annað, Simple Pibbles með eitt frá Spike top down mid. mid. Nei, frá flanki, pussar 10 hana út seconds aðeins. En núna er Lullified, það er Lullified enginn tími eftir og 8 HP. Og Goldegers klárar með 7 rounds. Ef við erum að fara að sjá Golddigger spila svona út mótið, þá er þetta bara realistic unnið. Jesus! Þetta er... Ég er bara í sjokki. Það er... Ok, ég geti reyndar... Olti hjá Voidivi vera kannski svona smá overkill. Þær voru á eco. En það er vissu samt ekki neitt. Það er fínt að fá þessar upplýsingar. Já, það er satt. Taka rándi algjörða. Halda þetta tempo, eins og ég er alltaf að tala um. Já. Halda tempo. Og það er eiga ennþá 2 ult, það er eiga ennþá KO ult og það er eiga ennþá Já. Clover. KO er náttúrulega svakalega flott ult. Og Spottar allar 5. allar 5. Fá hríkilega gott info hérna. Sýnist að... Freezy kemur núna og þegar fyrsti smoke droppar þá vill ég fá KO. Ult is ready. Kate er komin hérna með Clovolt og Gekkolt er poppin hérna. Það er samt bara Seifir hérna sem spilar hérna á side. Nær samt að taka Gekkolt í burtu. En Waffle er bara komin hérna á side. Waffle er samt í einu HP. 1 HP, þær eru reynda með Sky Heal. Já. Plassina komið í gegn hjá Emsu. No peeking. Þær reyna hérna að retaka. Emsa nær piki. Nær einum en er treytað. Þetta er komið í 2v2 scenario þar sem Refreshing. Horizon og Voidiva Ná restin á Emsu. Þetta er ennþá, þetta er orðið 3v2. Þetta er bara Clovolt eftir Clovolt. Enemy remaining. Horizon er first í elbow. Lullifighter er ein eftir 1v1 scenario hérna. Hinn með flash. Hún hoppar. Emsa með killin á 32 HP. Og Hefur tíma. hún hefur tíma. Hún hefur tíma. Rétt svo. Vá! Við erum bara að sjá, Við erum að sjá klikkað ráð. Þetta, ok, má ég tala um það hvernig það kom Clovolt báðum megin, það kom KO-Volt, þannig það voru, kom Gekko ult. það kom res frá Clove hjá Goldeggers og res frá KO hjá Goldeggers. Kate var I endar need this. í oltinu sínu þegar hún var drepin, þannig það voru svo fárlega mörg kills í þessu rándi. Hvað var í gangi? Ég er orðlaus. Það eru núna bara 2 rounds eftir þessum helmingi og Það er alltaf að reyna aðeins aftur. sýnist, Ég held að Golddiggers fái aldrei aftur að spila Sunset á þessu móti. nei, ekki á móti klottsumennskassi. En þær eru alveg svakalega hættulegar. En þær eru, að minnst kannski ekki hrættu við aðeð. Þetta var nú frekar close round
síðast, bara smá. Hefði reynd að vilja sjá K.O.L.T. koma aðeins fyrr, áður en Entry kom, Já, en kom samt á fínum tíma. spurning bara, þær eru einhvern veginn að kannski leita eftir picks, leita eftir einhvern peaks, en Þeim byrjar hann einn og Gold Diggers eru mála. ekkert að gefa þeim þessi free kills, ekkert. Ekki eins og Ég það séu free elska kills. að sjá þetta, en þeir eru ekkert að gefa með þessi free fight, Nei, snemma. pláfkengurinn er einmitt áhætt, smá hættilega stuðina, Já. en En það skiptir engum það er máli. ekki hættulegt. Hún bara hittir. það er ekki hættilegt þegar wow. Þær eru ennþá að gera þetta, þær eru ekki að sína þeim virðinguna. Þær Nákvæmlega. eru ekki að klíra hérna, Voidið var Voidið með að lappa út B. What? 30 seconds left. Hvað er Hvað þetta info- treyt? Ok, flott skot frá Lullified tilbaka. Það eru 25 sekundur eftir hérna. Pláfkengurinn með Pláfkengurinn triple kill, alveg að halda elbow, kemst engin út. Og það eru Og er þetta nýja 15 rándi? sekundur eftir rándinu og Club Penguin er með spækina. Það er engin tími hérna. 10 seconds left. Það er engin tími, hún segir var hérna. Sjáum bara save hérna fyrir Það er bara Asta. 9. ránd hérna fyrir Gold Diggers. Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Já, það er hérna, Lullified er reyndar ennþá með Sky-ult. Já, Last round before the en það er switch. líka eina últið Það sem er er í ein þessu últið þeirra. rándi. Er einhver annar nálægt últið? Er það að fara að spila fyrir Orbjörn hugsanlega? Það er góð spurning. Pláfkengurinn er tveimur í burtu. En ég bara, það er, sko, Kate fær ekki últið í þessu rándi. klöll, Lulu er 3 frá því. það Batt er fær það ekki. bara Sky-ult. Það er bara Sky-ult. Og það væri mynd, þannig að þær eru að reyna að fast-pusha hérna og það er bara ekki að virka. Mér finnst Þetta þetta er svona, flott setupina hjá líka Gold Diggers. Búin að vera að færa tvoinn á middið og fá infóður early. Er vita á Batt á hnýtnum. Vita á Batt er búin að vera að lurka svolítið mikið í þessu leik. Og hún er einanna. Taka orbið. Ætla að færa sig yfir. Spurning hvort það er ætla að spila fyrir bæði orb og planta á Gekko. já, Þá er hann komið með úr. það er sniðsrætt og þær sýnist Gold Diggers annarkvæmst ekki fatta eða eru þá bara að gefa sem er En svo Club Penguin er komin yfir á aðið hérna. Hún er samt sem aður einin en var alveg hættulega þegar hún var að halda elbow. Er samt í, Mun eflaust verða smókuð hana. Þessari staðstöðu. nákvæmlega, Hnífinum kemur hana fyrir info á middinu. Spottar engan. Færi sig þá aftur yfir á aðið. þær komu hérna bara í hoppina í gegn. Emstan nær smá damage hann í gegn smókin. Það er ekki alveg að skjóta wingman. En núna er Gekko komið með ulti. Það er bæði Sky og Gekko ult. Spurning hvað þær gera hana til þess að halda í. Pláfkengurinn innan með Lullified, Emsa með Batt. Það er komið í 2v3 scenario fyrir Clutch en Waffly bara Waffly. á einum. 1 HP. Það er 2 HP. Last player Technically. standing. En það er komið í 1v2 scenario. Horizon stór hættilega með aimið sitt. Og Waffly 1 HP. Tíminn er reyndar ekki alveg með henni. Last player standing. Komin hérna með Hittir bara Waffly. hausana. Þetta klóf í klóf. Og Horizon Hefur er það samt- ekki tíma. See is in a En minute. eigum við að ræðum það hvað Clutch rétt svo vann 3 umferðir og það lifðu af 3 leikmenn yfir Switching allan sides. helmingin hjá Clutch. 3 leikmenn sem lifðu af ránd. Já. Erum við að fara að sjá Þú sér þarna, Lullified lifði á 2 sinnum, Waffly lifði á 1 sinni, allar hinn á dóu 12 sinnum. Gold Diggers eru stór hættulegar. Þær eru líka bara out-aimaðir. Þetta eru stelpur Bara hart. hart. Og þær eru bara svo tilbúnar. Over there. Og það spurning bara hvernig þær spila þetta annan attack-helming. Sýnist að vilja fara Club í Penguin með 18. 18 kills. Hún var í manni eftir þessu, hún var hættuleg á þessum ISO. Líka með klikkað aim. En við erum Það er að þetta bara sjá fara, Lulu þetta er pomir bara fara hratt. Battin að Æ, koma með early Batt. peak. Nær Pláfkengurinn en tekur smá damage á leiðinni. Ítur einu skotan í jörðin ávart. Mínus 150. 100, það er búið að... Alveg rétt. Voidið með Delulu sem er inn á first Need blind. backup.
Batti svolítið hættilega stöðu. En Það er nær. ekki alveg að tengja hana, Void var nær pikkinu, Spike fyrir niður í 4v3. Sky ulti nær, Planted. nei Sky healið hana nær Cypher upp í fullt. Waffle og Lullafightina í flankinu. Emsan er ekki alveg tenginguna en Void er skilin eftir lág, Void- Void var með 3 með 3. og Void var bara að fara í tilbaka. Enemy remaining. Ennur 4. Careful here. Reitt á fyrir. Nær hún Ace. Ace! Oh my god! Void var komin hérna með 5. Ace í leiknum. Vá! Vel gert. Flott pistol round hérna hjá Gold Diggers. Nú er komið 5 ace, Nú er 3 komið. jet, 2 Sky. Já, 4 Ace bara í dag. Það er smá crazy. En núna er Núna er Clutch í svakalega hættulega stöðu. þetta er rosalega vont af því að þær þurfa Þær eiginlega eru að að kaupa forsa. hérna. Þær þurfa eiginlega að gera það. Annars er En- þetta komið upp í 11. Þá er líka spurning. Þú getur ekki bara forsat og bara spila venjulega. Þú Nei. þarft að hafa eitthvað stratt. Já. Þú þarft að gera eitthvað. Sýnist? Mér sýnist þess að ekki verið að gera neitt mikið merkilegar en þeir gerði í rándun undan. Nei. Loka hurðinana og það er enginn inn á bíinu. Það eru Lullafight heyrir í þeim hlaupana og verða 2 annar market side. tilbúin en- með stingarina. En það er ekkert að hóta þeim backside Nei. þegar þeir koma inn hérna. Það Það eru er vísum ekkert búin að lappa upp aðeins 3 eru svona að fara að lenda í þessu cypher-trippi. Fá mjög gott info hérna. En það er Já. bara að fara í full rushina inn á B-ið. Mollið kemur hann inn, nokkuð skot. Kemur spammið hérna í gegn og batum á hreddveða þannig að hann týpir í björstuðinu í market. En Lullafight ennþá í litlu orðinu sinu. Er smá bodybuilder, hann tekur ekkert mikið damage. Er hún nú komin bara með allt sætið og plantið niður. Og þetta er bara 5v5 retake. Þetta er 5-5 retake. Það eru samt Void var ákveðið. með fyrsta pikkið í rándinu. Fræsum með annar. Kate nær einu treyti. One enemy. Lullamel wingman á bombu en þá er Katen Kate ein er ein eftir. backside. Er stór hættilega með hennar bulldog. Er overhealed. Enemy remaining. 4 in the dark. No peeking. Well, Tíminn er that's ekki að vinna með just henni. grand. Hún þarf að svinga. Emsa klárar það með sprayðin í gegn. Ég var að fara að segja að það hefði verið annað Ace. Erum ekki að fara að sjá mjög merkilegan bónus hérna. En það skiptir ekki máli því að Clutch keipti líka. Já. Og þær eiga ennþá verið penning. Þær eru samt líka að forsaða mitt bara bulldogs og Þær judge. eru að forsa hérna. Áhugavert að sjá. En þær ætla bara að spila hennar bónus. Sem er líka bara sniður. Það er, mér Að- finnst það bara mjög fínt. Að Og, verði ekki gráðu hérna nei, og hérna henda í burt peninginum á bæ sem er ekkert svo mismundi nákvæmlega. og verða þar að leiðindi gefa Clutch momentum. Taka bara eitt save hérna, lögum bara peningin okkar, síðan tökum við bara 2 viðbútt. Nákvæmlega. Judge á Timber. Er hún að fara að gera B-strattið? Hún er alltaf lábíð. Hún er á B. Spurning hvort hún fer þannig að main og fylgur sig. En Þær klirruðu main ekki minn inn í util í síðustu Nei. leiki. En mér sýnist þær hvort þeir alltaf aðeina. þá er Judge Þá svolítið er erfitt. þitt Judge Þá ertu mjög- svolítið, Þú ert að vísu með Guardian í vasanum. já, svo sem. Þannig að þú veist, þú ert ekkert krippluð í þessum long range fights og ef þú kemst nálægt þá ertu ennþá með Judge líka. Það er bara spurning hvað Emsa er reyna að kolla í þetta, já, save Tæma. og svona half-buy í rauninni, eða svona Kannski half-buy er það bara byssur. taka já, tíman til að ná hjartlættinu niður. Já, þetta er, það er eitthvað að tala saman hérna í spawn. Ryzen er að lurka hana og eins og þú segir þá er Battana inn í B-main. Þær eru komnar hérna 3 ár, byrjar að lappa upp A. Batt gæti mætt Eru svona Ryzen. rótið í burtu, ég veit reyndar ekki af hverju, en þær voru bara ekki Batt gæti nógu náð committed í spæknum hérna. þetta Hún push. klírar Það- bara engan veginn. Spike Það down er B. of dýrt fyrir hana. TP út. Er komið spækið, þetta er komið annað Þetta er killina, allt of dýrt. Timber og Judge. Þær eru búin að vera að pussa fæðmann svo vel, síðan fara þær á save og þær byrja að defaulta. Gef upp spækin hana. En mér sýnist Batti verið búin að gefa upp
meinið, vil ég bara gefa þér spike. Já, það er rosalega vont þegar þeir vita af hennan að það gæti komið bara flash eða Cage triggered. flash og ISO breakið, þá án ekki mikið Nákvæmlega. sem getur gert. Það getur verið að þeir séu kannski að 13 smá market 30 seconds left. push á minnst í Hurra Clutch, en Já, hún bara einin á middinu og þær eru báðir inn á B. B og- Batina með trippul með Judge, stór hættulegt. ég var svo ánægður að sjá að þeir væri ekki að fara í djöldin, en síðan hættu þær við. Nákvæmlega. Vont killana frá One enemy remaining. Club Penguin, Woffy treytaði samt strax. Ems er hérna ein eftir. Ems er 1 á móti 4, hún bara á spæknum. 4 hjá Bat, flott ráta á sem Judge. Ok, ég ætla ekki að questiona Batina á Judge eftir, svo sem gera það ekki, en það var svona smá... Við vorum bara efins að þeir voru að fara. En síðan hættu þær En við svo það. bara hættu þær við það. Kannski var það call-it bara að fá info hvað það voru að spila, eða bara kannski, þú veist, þær ætluðu að pusha að í byrjun. Ég reyndar skil ekki alveg af hverju þær hættu En við. núna sjáum við Clutch essentially vera bónusæðina á móti Full buy. hörðu full buy. Hörðu full buy og þær vilja fara að hérna aftur. Eru reyndar með, ef þær dodja gekkoflassina, þá er Clutch með 0 info til þess að gefa þeim hvað þær eru ef þær kontakta hérna upp. Ég vona svo innilega að þær dodja það. Það er alltaf að bíða. Það er ekki að bíða. Nei! Já, þannig að, Ekkoflassi kemur upp og núna labba og þær. þær byrja að labba upp. Þær byrja ekki að labba upp. What? Bíða? Ég held að. Það eru eitthvað smá hrættar, en mér sýnist Woffy og Bat eru komna með B-main control. þetta Kemur annað flash er þetta, Engin. Og núna labba þær upp. er það 200 IQ En play? þær eru samt ekki í kontakt og það kom flash þarna. En þær eru bara allar komnar offside. Þær eru allar komin offside. Þær vilja bara spila þetta retake. Skil reyndar ekki alveg af hverju, en En það er kannski bara þær hafa verið byrjaðar að róta þetta sem komið bara spækjan. Nei, kom bara... Þetta Já. var bara ótrúlega sniðugt. Spike planted. já. Svona smá ég selja þetta að þær voru Já. ekki, þótt þetta var, maður var svo sem ekki að selja það beint, þar sem þær Nei, en notuðu það var ekki. eitthvað svona, þú veist, En þær eru komin hérna bara í Here. hérna Retake, full bæði. retake. 5v5. Woffy ætlar að pussa henni í spónið. Emsen með er einn, vikilinn, en Kate með trade. eiga núna eina byssu líka, en þær eru allar hana hjá Ram. Nema Delulu. Triple Pimples með killina, Kate með trade. One enemy Delulu remaining. með killina í elbow, þá er Void ef að einina eftir. Næri ekki alveg að klára þetta Ram. Já. Var búið En að hafa mjög það. tæpt. Ég ætlaði að Ef það segja. hefði ekki verið að hefa, þá hefði hún unnið þetta Ram. Já, það verður mjög tæpt. Fine, because like, Þannig er Clutch komið með smá meira momentum aftur. Já. Það er- Og við erum ekki að fara að sjá mjög gott bæði hjá Golddiggers, en þetta er samt ekki auðvelt comeback. Nei. Þú þarft bara eitt life round frá einum player, eitt slip-up, smá mistök, leikurinn er búinn. Já, bara Þetta er svo hættulegt, sko. Þetta er svo hættulegt. Þær þurfa virkilega að fókusa og halda þessu tempói bara eins vel og þær geta. Við erum að fara að Sérstaklega þar sem þær eru ekki með sérstak defense, sko. 4 fara hérna inn í B-main. Chamberin getur fengið hættulega mikið frítina. Woffy með komin á operator á middinu. Minnst það bara Drepur mjög flott. lurkið þeirra og Batina komin í, flashið gæti klírað hana hérna. eru, Þær eru að býja til ykkur. gera hana smávegis, en það er bara komið Það er inn bara, að, Spike flashið down fer B. of djúpt inn. Og núna þær að fá að finna fyrir því, kannski eitthvað sem þær eru ekki búin að gera I got the lengi, spike. spila mútið sem helvítið Timber. já, Hann er bara eitthvað staðar, Hann síðan er er bara einhvers staðar. farinn. Hann þarf ekki að vera með neitt direction til að dashi eins og Jettin. nákvæmlega. Hann hótar ekki sömu angles og Jettin, hann hótar hverju sem er. Og það kannski hefði verið flottar að sjá bara hund koma hana sem hefði klirað þau bæði. Já, En þetta er bara frekar snirtilegt randana. Þeir ná einu treyti á Kate, nei Bat segi ég, en annars ekkert meira inn í þessu randi. já. Núna er það komin aftur á, sjá þetta scoreboard, 21-11, 20-13. Og svo er Já. Kate inn á 19-16.
Club Penguin aðeins búin að hægja á sér inn í attack, var með 18 eftir defense helming, Já, en Void hefur bara tekið við og Horizon líka alveg með ótrúlega flóki. Emsla líka, mér finnst þess að Emsla sé búin að vera miklu öflurinn en skor 10 assist reyndar. já, alveg rétt. Núna er komin double operatorinn í áklats. En það er að stakka, Mjög hættulegt. hittir ekki skotinu Well. og nú bakkar það bara. En It's you and me. Kemur Iceholt inn í gegn. nær Chamber sem er á Chamber oppa og Bat fellur þá. Hún tekur smá damage í henni vegginn, standur lifir, en þær eru allar á A. Þær eru bara komnar yfir á Það B. er stakka aðeð. Oh my... Og við erum að fara að sjá 4v5 retake. Það sem eini með vappa. Já. Það er hættulegt og Og svagnarinn. þær eru mjög langt í burtu og tíminn er ekki að vinna með þeim og þær eiga klófult til að tefja og Sömuleiðis svona Kate á Klóvolt. já, það finnst það ekki gera jafn mikið í hérna, þú veist, þegar þú hefur lítinn tíma Já, það er satt. sem að þær eru ekkert að fara að hafa mjög mikið tíma hérna. Þurfa svolítið að klíra allt hérna því þær eiga ekkert info, þeir vita ekkert hvað Gold Diggers er að spila Þær þurfa bara að spila og tíma. mikið af þessu util er bara að fara að sökkvast í það að klíra einhvern sem enginn er Nákvæmlega. Simply verður Þetta er með orðið clean vonlaust. killin á Waffly en það er klárið en á þá er það 12-6. Golddigger sem komið bara í matchpointin á móti Klöts. klötstur og núna ná 6 í röð 6 það vera inn í þessum laug. röð til þess að eiga einmitt sjans að þau komast í overtime. Það er, já, svo er Emsa einu Oldorfi í burtu frá Oldorfinsinu sem er bara í rauninni mjög frýtt. Frýtt endri, já. Já, Það eru kannski að fá að finna fyrir því að velja ekki hennar Cypher. Cypherin hefði mér mjög sterkur að getur lokka niður bíinu á mestuleiti 1. hún er samt Búin að vera að fá sér trökk á því Kate skilin eftir í einu. náðu gott nefnins. Þau eru einmitt að taka control af þessu Oldorfi. Þær sjá að hún er, Það eru svona komnar inn í market. Loka hurðinni. það er áhugavert. Eru tvær núna inn í main. Blændi spottar ekki neitt. En úttið er samt að fara að koma út um main og þær fá þessar upplýsingar. Komin inn að, Hún er ekki eins og með pistol úti! þetta var hospital flick. Hvað var þetta? Þá er þetta komið að þrýfi Forseneri á Kateina low en Óttar Plop Penguin með killin á Á báðar! báðar. Spike planted. Last Og player Ránd sem standing. leit mjög lofandi út fyrir. Það er hlaupa í burtu og það er vinna. Þetta er Attackers win. Þetta er 13-6 fyrir Golddiggers. Svakalega vel spilið á Golddiggers. Alveg klikkað. What? Við sáum Og- Ace. Við erum að sjá núverandi kvennamistara tapa í annar umferð Já. Það er á eiga, móti liði sem hefur verið samsett í ekki einu sinni ár. það er, það, já, Golddiggers voru confident og það er sýndi það og það er bara vel gert. Sjáum hérna Void og Plub Penguin efstar tvær. Plub Penguin með 6 first blood í þessu leik. Vá. Þetta var vel spilað. Líka bara ekki það, ef við, ok, ef við tölum hvernig það er spilað mappið. Já, Golddiggers voru ekki að gefa þær neitt. neitt. Þessi Chamber Voru að spalda, voru að halda ekkert value í Nei. attack. ekkert. Spiluðu ógeðslega vel í að sjöttunni niður. Mm En þú veist, hann fekk þessi 3 first blood sem hann var með af því að Chamberin í defense getur verið svo djúpur og Já. komist frítt tilbaka og þau voru að fá rounds á hennan Chamber þar en í attack var hann ekki að gera neitt. Og það er einmitt, þær byrjuðu að takk, þær vildu fá þannig bara attack wins Já, og þær fengu 3 með attack-sided comp og svo þurftu þær að fara í defense og svo allt í hennu reyna að vinna 9-3. já, What? Það reyndar, það pikkaði smá upp í lokin þegar það var svona,
ekki meint föttuð en kannski smávegis föttuð, þeir eru ekki með Cypher, þeir eru ekki með defensive comp, Já, þeir þurfa að taka space ykkur staðar á mappinu og meðal annars á A eða spila ykkur cheeky fights á B með Chamber. já, Í rauninni bara vera aggressive. Og já, þetta var frábær leikur. Ég bara, eins og við sögðum, við erum í sjokki. Bara brjálæslega vel spilað hjá Gold Diggers og ég er spennt að sjá ótrúlega flottur leikur hjá Gold Diggers. spennt að sjá ISO líka. Það Já. er ekki ofta sem ég sé ISO. Og þessi Sérstaklega, þetta er eins og snowpool á reynu. Þetta er bara, allt í hennu kemur inn með solo flex duelist. Já, Flex duelist sem á alltaf að vera svona auka. já, Þetta er bara svona þú veist, for funsies dæmi. hann er eitthvað svona, þú veist, hann er bara, Hann er bara svona þarna. við viljum þetta break fyrir Sova og allt eitthvað svona bull. Já, Svo þegar fólk spilar ISO á hérna Ascent stundum, já, fyrir þessi ult inn í meinin, það er, og eða eitthvað svoleiðis sem maður sér ISO stundum í svona kompum. En hennar er hann bara að, ég ætla að vera solo og ég ætla að sína ykkur að ég get verið solo duelist. já, Og vá, að ég held að sjáandi þetta er ekkert lið að fara að leyfa Gold Diggers að spila Sunset aftur. við erum góður, nei! Það er sko, það vita það allir að Clutch fer inn í þetta mót sem favorite. Já. Og að horfa á þær ekki bara tapa, heldur Heldur, ekkert tæpur leikur. Nei! Það var ekkert fyrir tæpur leikur. Þær lifðu af 3 allar að já, takkhelmingin. þetta var hvert einasta round sem Clutch unnu, þetta var tæft. Og bara allt of tæft. Já, í rauninni eina rándið sem að einhver í Clutch lifði af í attack fyrir utan þegar Delulu seifaði var á móti bónusnum hjá Gold Diggers sem er oftast rándið sem þú telur vera svolítið frítt í leik. Já, en þá spyr maður, hvað fór viklust hjá Clutch? Var það communication? Var það overconfidence? Þetta var alveg 100% Í overconfidence byrjun. á sömum tímum. Í byrjun, ég sá það 100%. Og líka alveg inn í miðjum leik voru þær ennþá að gefa þeim þessi 1v1 í attack Já. án þess að klíra þær. Þess að við sáum hana þegar Plug Penguin var inn í elbow, fekk bara 2 af því að þær bara píkuðu og sem píkaði bara önnur. Já, þetta Og það var bara þetta ekkert út til. er svona fyrsta sem maður lærir í teamplay, píka saman. Já, Communication, 1, 2, 3, pík. já En og líka ef- bara nota utilið til að taka angles. Nákvæmlega. Þannig að þetta er bæði með það að ég held að Clutch hefur kannski verið aðeins overconfident með bæði þá að öllum líkindum með aimið þeirra, einmitt sérstaklega Já. sem þær eru að píka einum út einum. En þá er mikilvægt að Gold Diggers séu ekki overconfident eftir þennan leik. Af því ef, En við sáum það reyndar ótrúlega vel í þessu leik að þær mistu aldrei haus. Þær voru alltaf, virtu alltaf öll dúl á þann hátt að eiginlega öll dúl í þessu leik, sérstaklega í fyrri helming, voru Gold Diggers í hag. Já. Af því að þær mistu aldrei haus. Og ég var rosalega hræddur að það myndi gerast eftir timeout að kannski Clutch myndi gera eitthvað sem að kæmi aftur inn í leikinn og Gold Diggers myndi svolítið missa haus og byrja að gera sömu mistök á Clutch, en það gerðist aldrei. Nei. Og ekki einu sinni í seinni helming. Nei. það er einmitt, Meir það bara þegar þær seifuð hana, já, það var svo stórt já, Og að þetta var að líka- gefa þeim ekki þetta inn í leikin. nei. Og einmitt bara að halda áfram með þetta confidence þótt þú einmitt tapar round, þá er þetta bara, hei, ok, við ætlum ekki vera að gera eitthvað. Við ætlum að hugsa, hei, hvað erum við að gera viklist? Og það er það sem vantaði hjá Clutch. Þær voru að fara allt og oft að gera sama playið, nema bara svona aðeins öðruvísi en samt varkla. Þær fóru allt og oft voru allt og oft eitthvað svona þannig að bíða eftir að ykkur myndi stupidly swinga þér sem þær voru aldrei að gera. Nei. Þannig að þetta er oft Þannig þær í staðinn fóru að stúpidli synga sjálfar. Já, þannig að þetta er svona, já, hvað, það fór eitthvað viklist þannig. En ef við erum að fara að sjá þetta Gold Diggers lið spila alla leikina sína svona, þá er þetta lið sem getur unnið. Nákvæmlega. Ég er rosalega spennt, en svo var það mitt Valkyrjur móti Þóra Fea. Við erum búin að fá niðurstöður, Já. trúðum við leik, unnu 13-4, Já, Valkyrjur. Valkyrjur, já, á Lotus. Lotus. Það er mjög skemmtilegt mapp, ég elska Lotus. Fengum mjög fjölbreytt mapp í kvöld. Já, Abyss, Sunset, Bind, Lotus, við reyndar fengum ekki sjá Lotus, en Nei, ég býð eftir Lotus leik.
on stream. En það er líka, Mér langar að sjá mér finnst mjög gaman að þessi lið er ekki bara eitthvað svona, ok, þú veist, ég fór í gegnum pick-up-bannin hjá liðunum Mhm. og beisaði hérna predictionum mín að því. Já. Predictaði Bind og Haven. Já. Ef að lið hefðu bannað eins og þau bönnuðu í síðustu viku, þá hefði þetta verið mappin. Já. En fólk er aðeins meira að hugsa út í þetta en það. Þetta er greinilega ekki bara, heyrðu, þessi 3 möpp höfðu við ætlum að banna þau alltaf. Já. Þetta er það er miklu meira hugsunlega þetta. Eins og Gold Diggers bönnuðu Sunset sjálf í síðustu viku, ef ég man rétt. Ég held það nefnilega. Já. Áhugavert. Kannski er þetta bara einu af þessum möppum sem var svona að hugsa með sér, já, við erum allt í lagi en við viljum prófa eitthvað annað. Já. Af því þetta er round robin. Jú, stigin skipta alveg máli, en þetta er samt besti tíminn til þess að experimenta á móti þessum liðum. Já. Þannig bara þú tapar í round robin, Já. það er svona þannig sem þýðir ekkert það Þú mikið. þarft að vera í fjórðasæti ef þú vilt halda áfram. Já. En þú þarft ekki að vinna round-droppinið. Þetta er í rauninni perfect tími ef þú ert með confidence, í liðinu, að bara experimenta. Og þá líka akkurat sérðu svona leiki. Já. Og guð hvað borgaði þessi. Alveg svakalega. En við fáum að sjá hana Fáum að sjá heldar scoreboardið af Mílu-deildin í heild sinni eftir smástund. og þá er Jötun Valkyrjur klotsin ennþá hérna í fyrsta sæti. Þetta virðist ekki vera að raða eftir sætum. Já, Jötun Valkyrjur er í fyrsta sæti með 4 stig og 20 umferðir. Venus í öðru sæti með 4 stig og 16 umferðir. Síðan kemur hérna, Klöts í þriðja sæti með hérna 2 stig og 6 umferðir. Gold Diggers í fjórða með 2 stig og 3 umferðir. Controllers í sjötta með 2 stig og 0 umferðir. Þór FE sjöunda með 16 umferðir gegn og Guardian Grillnar í síðastsæti með 24 umferðir gegn. Jötun Valkyrjur. Við erum nú ekki búin að sjá þær spila. Nei, við fáum að sjá það í næstu viku. Fáum að sjá það í næstu viku í stórhættulega leik og það er Jötun Valkyrjur móti Höttur. Í næstu viku verður það Þór FE og Guardian Grillnar sem spila ekki á streymi. Þannig að við fáum þá að sjá hérna Jötun Valkyrjur. Nýtt lið eftir að þú fórst úr því. Já. Ég er eiginlega ekkert búin að sjá það spila. Það eru nokkurir core spilarar sem eru ennþá, meðal annars Margarita, Day, Júlia og... Er það ekki rauninni kjarninn sem er eftir? Þú og Batt voruð í liðinu? Jú, ég og Batt vorum í liðinu. Svo, já, ég held að séu... Það er hún Issy, veit ég. Issy er einmitt komin. Hún var í Kröplu uppaflega Og í Klöts. Ég held hún hafi verið varamaður í Kröplu. Varamaður, já. Var hún ekki samt... Já, ég er kannski að rauklast. En ég er einmitt mjög spennt að sjá Jötun Valkyrjur keppa. Já. Gamla liðið mitt. 5. leikmaðurinn er Elín Wasabi. Já, alveg rétt. Hún var varamaður í síðustu. Deild var það ekki? Já. Það er hérna... nei, í senustu deild þá var það mitt hérna... Jú, nei, hún var að keppa í síðustu deild. Já. Þannig að... En hún var ekki byrjunarliðinu. Nei. Já, ég myndi segja að Hún er komin inn í Rita, byrjunarliðinu. Day og Júlia séu svona Og Erla er líka áfram. Já, Erla já, var Erla er líka einmitt- ekki já. byrjunarliðinu síðast. Nei, hún var síðasta sísón Já. því ég keppti. Þannig að Elín Wasabi og Erla eru komnar af bekknum inn í liði fyrir þau og Batt. Mhm. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það fer. Já. En við erum ekki með fleiri leiki í kvöld. Nei. Þannig að við ætlum bara að kveðja ykkur að sinni. Sjáumst aftur í næstu viku. Takk fyrir áhorfið. Takk fyrir mig.